Já, góða kvöldið og velkomin í djúpköfun sem að hefur nú ekki alveg verið að gerast undanfarið, þannig svolítið langt síðan að við djúpköfum síðast félagarnir. Þú ert búin að vera svo erfiður. Já, en hingaði mættur meistari Guðjón Reynberg og það er nú búið að vera eitthvað svona start erfiðleikar, búið að taka 26 mínútur og koma drasslinn í gang. Það er orðið svo mikið mál að tengja alla leyniþjónusturnar inn á okkur. Mikið að snúrum sem þarf að leggja út allan heim til þess að fylgjast með okkur. En hvað segirðu Guðjón? Ég held að við hefum bara tekið spjall síðast 3 ár á Íslandi í pottinum og gjörningunum mínum. Já, gjörningunum góðu. Já. Smá langt hjá mér akkurat núna, ég er að leita linknum í live-ið svo ég geti. Ok. Deilt hjá Face-inu mínu. Vist ég komin að Face-ið aftur, sko. Jú. Það þér ekki núna. Spurningum að lækka aðeins bandvitana hjá mér, þá kannski gengur þetta. Þetta er fínt, sko. Það tekur mig 2 mínútur, þá er ég búin að deila linkum. Því ég er ennþá kopartengingu. Já, sem áreindar að vera alveg góð og ljósið, sko. Já. Ef það er gert rétt. Ég býð eftir ljósið, það kemur. Já, hvað segirðu? Þú er búin að vera að gera svolítið á góðum hlutum og ég er búin að vera að gera næstu ekki neitt. Ég var reynda með þessa 4,5 tíma útsendingu. Þegar ég kom fyrst frá Íslandi eftir að hafa stofnað Þú var ekki búin að sjá það? Veit það ekki. 4,5 tíma? Misti ég af því? Það var live hérna hjá mér. Ég held að ég sé síðasta live. Eftir að ég kom út, eða? Ég bara manna ekki, ekki mánuður síðan fórst út aftur. Það gæti verið. Nei, 3 vikur. 3 vikur cirka. Það er svo daufir í dálkinn, sko. Hver? Ég og þú. Nú, af hverju? Það er ekkert frá henni að segja, sko. Jú, alveg hellingur frá að segja. Það er bara, maður hefur ekki undan að melda og koma frá sér, sko. Ég er bara upptekinn í alls konar öðru. Hérna er komnir hlustendur, hérna er komnir hlustendur og góða kvöldu og velkomin öll sem eru mætt. Hvað erum við með? Það eru 4 hérna á teljaranum. En ég held að við höfum verið síðast voru við svolítið uppteknir af þessum NATO-æfingum og allir þessu bramböldi. Og núna eru sumir í mínum YouTube lista, sko, sem að einhver vill að ég hlusta á. Að ég fann að taka til að fullt af fólki sem að ég vill alveg hlusta á sem ég hættur að sjá, sko. Það er bara allt stöff að Fox News eða einhverjum CNN og einhverju drastli, sko. Það er ekkert að finna á YouTube lengur. Já, það er ekki afgreitt í mann lengur, maður þarf að leita að því orðið, sko. Bitsút er ekki orðið það þróað að maður nenni að vera það, sko. Nei, YouTube er ennþá plattformið, sko. En sumir sérstaklega einn, gaur, hann er á því að það verði hrun á mánudaginn, sko. Bara mánudaginn klukkan 7. Já. Og þetta gerist nú oft yfir helgar, sko. Svo á mánudaginn og hreinur allt bara. Er það útlendingur? Já, Green heitir hann, man ekki hvað hann heitir. Hvernig spyr ég? Og hann er að vitna í, sko, það eru reyndar, sko, það eru ákveðin signal sem voru að koma helgina, sko. Þessi seðlabankakallar eru nú ekki mikið að signala helgina.
En ég er svo sem alveg saman að þú varst að segja núna að sko, þetta snerist ekkert endilega seðlabankana eða seðlabankakerfi, sko. Seðlabankin náttúrulega bara bókhaldsdeild viðbjóðsríkisins, sko. Já. Og sama með NATO og Evrópubandalagi, þetta eru svona bókhaldsskrifstofur. Já, ég sé það meira þannig, sko. Þetta bara partur af ykkur í maskinu. Því fólk alltaf að segja, já, þeir fara bara inn þar sem ekki Rothschild banki, en ég bara hvergi fundið neina sönnun fyrir því að Rothschild sé neitt í Seðlabankanum. Já, þeir eiga hluti í Federal Reserve, þannig að það nú svolítið. Já, það bara Federal Reserve og við vitum alveg að þeir eru eitthvað involveraðir með Bank of London eða Bank of England. En það segir manni svo mikið, með þú veist leiðum maður ákveður því þetta svona, þá hættir maður að rannsaka. Hvað ef það eitthvað annað, hvað ef það verið að afvegaleiða mann, sko. Þetta náttúrulega bara samsærisöskunni mín líka. Þegar allir eru sammála því að annarkvort Seðlabankinn sjálfstæður eða nei, Rothschild og Seðlabankann, þá spyr ég býtu hvað ég ekki að sjá, hvað þú veist þessari margfrægu þriðju hlið á peningnum sem ég tala um. Já, snúningin, tala snúningin. Já. Nei, ég meina það hefur gagnast mér rosalega vel að nota það aðferð. Ég sé enga ástæðu til að hætta því og verða gargoyle. Já, ég hugsa að þú finnir það nú sama og ég, sko, þegar maður fer að tala sko, persónur og leikendur og þeir sem að vinna á bókhaldsskrifstofunum eða í stríðsklæpa deildunum, sko. Að þá svo mikill dauði yfir því, sko, maður getur ekki talað þannig að maður vist lengi, sko. Ég miklu meira áhuga eins og þú á andlegu hlutunum og heimspekinni, sko. Já, ef maður fattar hana, þá fattar maður hvernig taflborðið, hvernig taflið hvernig taflmennskan Já. Ágætt dæmi, þetta eins og vera alltaf að skoða viðinn í kollanum og spá í hvort það sé betra að nota plastkalla eða viðarkalla eða granítkalla, sko. En og gleyma svo alveg að tala taktík og strategíur í leiknum, sko. Já, einmitt. Við átt að segja á hvernig taflborðið og líka því mér langar svo mikið ef maður nær, ég held það ef maður nær að fatta hvernig þetta spila og hvernig þetta plotta, þá nær maður líka svolítið að sjá hverjir getur verið næstu leikir, sko. Já, einmitt. Við höfum nú verið nokkuð nærri því, sko. Já, við höfum náð á marga fleti. Já. Og það nú eitt af því sem líka svona skemmtilegt, sko, því nú erum maður búin að vera í þessu í svolítinn tíma. Þú veist, maður er svolítið sjóari, sko. Jú, maður lærir aðeins. Maður ekkert að kippa sér upp því að stórar fréttir, sko. Maður bíður í nokkra daga og pælir aðeins og svo kannski kemur maður með einhverja greiningu á hana og svo bíður maður í viku og svo kemur í ljós allt í einu að maður var með einu réttu greininguna. Og þá sem maður, þetta bara að verða skemmtilegt, sko. Og svo fattar maður að það eru bara þessi 20-30 mann sem hafa einmitt gaman af því, sko. En hefur þú tekið eftir því að það hefur ekkert verið mikið svona verið að keyra við fólk og setja flugvélar inn í fjöll og einhver svona mál í gangi undanfarið? Já, það hefur verið lítið það. Hvað eru þá bara, fóru hryðjuverkamennir þá bara í sumarfrí eða hvað gerðist, þú veist? Það náttúrulega bara af því að við vorum að expósa þetta allt saman, daginn út og daginn inn og þá bara virkaði þetta ekki lengur. Já, það er svo sem ekki eins og þessi gagnlausvinna sem við erum að vinna. Nei, hún er gagnleg, það er engin á því. En maður hugsa, sko, þegar maður sér svona, það er tvennt sem kemur upp í hugan, annars vegar, sko, þegar þeir fóru að keyra inn í mannfjöldana, mannþögurnar, það voru svo margir sem að greindu mjög fljótt hvernig þetta var sviðsett, svo mikið af þessu, kannski ekki allt, ég veit það ekki, en þú veist, ég hef ekkert farið onni í þessu hluti, en hver einasti atburður var sviðsettur, það var engin raunverulegur atburður þar sem var keyrt inn í þvögu af fólki. Já, ég sagði þetta vegna sem ég hef ekkert skoðað alla þessa atburði, sko. Nei, ég hef skoðað alla, það eru allir fólk, sko. En maður sá alveg að þeir sem voru vanir að vera að greina þessi svokölluðu falsku fána voru svo fljótir að fara onni í þetta.
menn skólast líka, þú veist, hverju leitar eftir, hvernig útskýrir og svo líka annað að það mjög stór hópur af fólki sem hefur verið að fylgjast með fjölskyldufanagreinendum sem bara komið á þann stað að það trúir ekkert lengur nefnum svona dóti. Nei, það svona hættuverði, þetta var hætt að virka. Sko. Þetta það fyrsta sem hann dettur í hug. Næsta sem hann dettur í hug og ég veit að það margir sem hafa meira eiginlega áhyggjur af því, þetta pása áður en það kemur eitthvað nýtt. Já, þeir eru náttúrulega að reyna að sitja í loftið svona 9-11 við Pearl Harbor stærðargráðuna, sko. Já, svo lættist nú reyndar að mér eitt í sumar. Kannski svolítið egotist að segja það. Sumar greiningar sem við höfum verið að vinna með eru svona self-defeating prophecies. Þú veist, þegar maður kemur fram og segir, eins og ég er búin að vera að spila mikið með þá hugmynd undanfarið, þú eru ekki að tekja eftir ég hef bara ásvara kúru, að þriðja heimsstyrjöldin mun taka öld. Og þú veist, það, sko, ef það eru háttsetti miklarar að hlusta á þessar fáu greiningar sem eru svona eins og laxinn sem felur sig bak við stein og er að fylgjast með, þetta svona það sem ég hef verið svolítið að stíla upp á. Ég laxinn í dýpsta hylnum bak við stein sem að horfa á allt hitt. Þú veist, að þeir fylgjast með sumum svona gaurum sem að koma með punkta sem að eru óvenjulegir. Og bara eins og einn náungi skrifaði mér daginn og hann sagði, ég fylgist nú alltaf með því sem kemur fram, því ég er svo gaman af svona alternative conspiracy theories. Já, þú komin í conspiracy bransan? Já, hann lítur á mig þannig, sko. Alternative conspiracy analysis, sko. Já. Ég er nú svona svolítið svona að gera út á þetta, sko. Ég hef þennan hæfileika, geta gert þetta og ég er náttúrulega að gera út á það. Já. En þú veist, sumt sem að maður kemur fram með, eins og til dæmis, sko, hver verður næsti ambassador Bandaríkjanna í Sameinuðu þjóðunum. Margir fóru strax að spáði hvort það í Ivanka Trump. Eða Bolton. Já, þeir nú ljótir. Það nú alveg ótrúlegur. Ég held þeir sitja Bolton, sko. En þeir prófuðu Dinu Powell og hann var rosalega hissa á því, en hún þakkaði fyrir sig bara pett og sagði nei, takk. Þú veist hver hún er? Já, dóttir Powells þannig. Dina Powell er frá Egyptalandi. Er hún ekki dóttir hins Powells eða? Nei. Nei. Þetta stelpa sem alin upp í Egyptalandi. Mammenar var svona stúdenti í The American University í Cairo og svo flutti fjölskyldan til Texas þegar hún var 7 eða 11 ára. Og hún er nánast alin upp í Repúblíkana flokknum. Svo gerðist hún tíma aðstofnuna í Ivanka Trump eftir kosningarnar. Og svo fór hún eitthvað inn í Hvíta húsinu og svo bara allt í hennu var hann látinn hverfa og fór hérna í Goldman Sachs eða hvað þetta? Goldman Sachs. En Nikki Haley er frá Egyptalandi líka, sko. Er það? Já. Ok, vissi það ekki. Sem að styður náttúrulega kenningu allavega mína að okkur sé ennþá stjórnað að fara á, sko. Já, enginn var á því. Þú fara enginn mótmæli hér með það. Nei, þetta er náttúrulega þessi elíta sem að er á eins og Alex Jones segir, sko, þeir eru á hlaupum, sko. Bandaríkjamenn eru búin að loka á allt þetta CO2 kjaftaði og UNESCO er bara búin að segja öllum þessum samningum upp, sko. Já, það var að koma eitt svolítið nýtt með það. Það var að koma fram einhver skýrsla í bandaríska stjórnkerfinu sem spáir því að á næstu 100 árum muni hitastigið hækka 7 gráður. Það veit enginn hvað. Já, af hverju 7 gráður? Það verið að segja eitthvað annað. Já, það er bara, sko, við erum aðeins að reisa úr kútnum eftir ákveðið kuldatímabil, sko. Já, ég er ekkert að tala það. Ég er að tala að sko, skýrslan og tölurnar eru birtar og þessi 90% sem við tölumstundum eða 96% sem við tölumstundum þau fara að lesa skýrsluna climate change og 100 ár og hækkun hitastigs, en þeir eru að tala ákveðna tölur.
og fyrir að gefa ykkur önnur skilaboð undir og ég var á því. En ok, það kannski út fyrir kostið. Já, Þess að segja það 7 en ekki 6 eða 8. Ég var að hlusta einmitt á Harmageddon, hvort það var á föstudaginn, ég var að keyra á fund, klukkutími í burtu og þá kemur hann þessi Sævar hann sem svona alltaf eitthvað stjörnuspekingur og áróðuspleppi fyrir þetta rusl allt saman. Og bara hlusta á viðtalið var bara eitt stór brandara sko. Fyrst leggur hann grunninn að það eru 1000 vísindamanna sem hafa samanst að þetta sé hinn heilagi sannleikur sko. Svo talar hann þetta allan tíman að það þarf að vinna tilbaka mýrlendi og lambakjöt svo mikið CO2 og mér finnst þetta með mýrlendi með stærsti brandar í heimi, fyrirgefðu, ég haldi á það. Þú veist að hverju þeir eru á móti kjöti, það var eitthvað fáviti sem komst að því að kjöt neysla eykur greindavísitölu sko. Og þá byrjar dímonisera kjöti sko. En allavega þá var það eitt ruglið sko og svo var hann að tala þetta hvað bílarnir þetta væru man-made global warming sem bara fabúlur og heimska sko og hann var að tala hvað þetta væri rosalega hættulegt sko, það bara á nokkrum árum núna framöndu, það mun allt umtörnast og jörðin bara eyðast sko nánast og svona algjör heimsenda spá. En hann myndist ekki einu orði á til dæmis allar þessar heræfingar sem í gangi núna. Skipin í kringum Íslandi hérna í Noregi til dæmis, ég var að vinna þar í síðustu viku, þar áður. Og það eru bara sko hertrukkar út allt sko í 100 eða 1000 vís bara með gáma og þungaflutninga og flugvélar bara þung. Það myndist ekki orði á að það væri nú kannski hægt að spara eitthvað CO2 þar sko. Engar ágjörð því. Og ekkert minnst á það þegar farið á þessar Ríó ráðstefnur og Parísar ráðstefnur og allar þessar ráðstefnur, þetta leið fer allt saman á einkaþotum sko. Þannig að og Al Gore sko þegar hann var að spá því að vatnsborðið myndi hækka alltaf svo mikið þá keypti hann margra $1 million villur við sjóin sko. Þannig að þessi plebbar eru bara fávitar sko. Það er ekkert þetta fólk bara vaknar með lýgina í munnunum á morgnana sko. Og lýgur svo bara alveg þangað til það sofnar og meðan það sefur þá dreymir það lýgar að sjálfum sér sko. Þú veist hvað nýja slagurinn mitt? Nei. Allt sem þér sagt lygi. Já, þú ert að ljúga því sko. Já, ég líki. Ég er að ljúga þessu að manni. Come on. En það nú, sko mér finnst þetta náttúrulega svo fyndið þetta með climate change að fyrir mér þetta bara debunkað, þetta bara afgreitt, þetta lygi. Ég veit alveg að það hitastigsbreytingar, það vita það allir, en ég er að hitta fólk út allan bæ sem hefur engan áhuga á svona alternative streamið, hefur engan áhuga á samsverðiskenningum og leiðum að fyrir að tala við þeim þessar loftslagsbreytingar þá dembir það í mann hluti sem maður var sjálfur að tala fyrir 5 árum. Bara þú veist þetta bull og þetta bull og þetta bull og það enginn að taka mark á þessu nema einhverjum örfár sem kom í fjölmiðla eða eru með athugasemdir á Facebook. Það í rauninni engin maður með heilbrigða skynsemi að taka neitt mark á þessu. Nei. Og má ég aðeins. Þess vegna var ég að minnast á þetta með skýrsluna á Trump og línu. Ég var svo hissa að þessi skýrsla kom út af því að sko Bandaríkjastjórn hefur í rauninni aldrei tekið þátt í þessu loftslagsbreytingakjaftaði. Trump ekkert svo fyrsti sem var að aðmeta því. Og það svona viss vonarglæta sko gegn svona áróðri sko. Þegar það svona öflugt ríki sem neitar að taka þátt í þessu vitleysu. En á sama tíma ræður þetta ríki yfir þeim sem að taka þátt í þessu vitleysu. Þannig að maður fattar ekki alveg plottið sko. Já, við náttúrulega sjáum að plottið hefur verið þessi marxismi sem að, þú veist, þessi globalistar og djúparíkið og allt þetta lið bara eins og í trúflokki með þetta sko, alveg stór hættulegir. Sjálfur djúparíkið?
Já. Eða falda ríkið eða hvað vil kalla það, falda valdið. Bjúrókratið sko sem á að þjóna en ekki að stjórna sko. Og sko þetta fárviðri í kringum skipun Kavanaugh sko, þar eru menn að tala sko það sé út af military tribunal sko. Að það ekki langt í það að koma fréttir að búið að handtaka Obama, Clinton hjónin og bara seríuna, þeir eru að tala það að séu. Eru fleiri að tala þetta? Ég verð að tala þetta, þú veist það. Já, það eru ekki með þessu orðalagi reyndar, en samt. Það eru síðasta tala sem ég heyrði, þá eru 45.000 kærur komnar í umslög, þeir kalla þetta sealed sko. Það er að setja í eitthvað feril sko og í umslag og síðan eru þeir að semja, síðan getur þú snúið þér sko, þegar þú vilt vera og ná samningi sko, þegar þú vilt vera vitni þá nærðu samningi og þá ekki opnað umslagið sko, eitthvað svona. Það eitthvað svona flækjustig og þeir segja sko að ástæðan fyrir allir þessum látum í kringum Kavanaugh var að þeir þurfa Hæstarétt Bandaríkjanna réttu megin við strikið til þess að ná að framkvæma þetta á einu manni sko. Þetta make sense, fullkomlega. Og þetta þýðir sko að allt þetta pakk sem búið að vera í gangi, þessi neocons og sionista drullum allt saman, þetta lið verður allt saman handtekið og sko fyrir hernaðarrétti, fyrir landráð, þá fólk bara hengt upp í næstu tré sko. Já. Og já og reyndar ég á móti slíku sko, ég á móti átökum í hvaða kringumstæðum sem Já, sjálfsögðu. Þú verður að bara láta fólk dúsa í einhverjum stað. Já, að sjálfsögðu segi ég nýbúin að gera vídeó þar sem hann lýsti því yfir að execution of useless eater góðverk. Já, ég samþykki það ekki. Nei, ég veit það. Sko, ég á því að eins og í fóstureyðingu sko, að þar eru að lágmarki 2 einstaklingar sem eru búin að samþykkja það að drepa 1 einstakling sko. Og þannig að sko mér finnst þá að þeir 2 eigi jafnvel að tapa lífinu í þessum kringumstæðum sko. Já, þessi skoðun á rétt á sér. Að ef að þú ert búin að skýrgreina það einhvern veginn að þetta líf má eyða eða stöðva þennan lífsferil, þá ertu búin að skýrgreina endalok á þínu eigin lífi sko. Þessi skoðun á rétt á sér. Hérna segir einn, þau fara öll til Elysium, þetta bara enn eitt leikritið. Það líka spurning hvort að það sé þannig sko. En þú sást að ég var líka að vinna með skilgreiningun á því hver munurinn á human being og human. Já, það líka sem ég misti af eða? Að lina þjáninga dýrs sem í kvöl góðverk. Segir hver? Ég að segja það. Já, það þín skilgreining. Já, ég hef þessu skoðun. En hefur talað við dýrið það? Þetta einhliða skilgreining þín? Að lina þjáninga dýrs sem í kvöl góðverk. Dýrið kannski ekki sammálaði. Ég veit það. Þá það ekki góðverk. Ef að dýrið hugsar bara, já, ok, ég vil lifa þótt í sem kvalir. Dýrið hefur ekki human rights. Sá sem krefst réttinda hefur tapað sjálfum sér. Human rights er blekking sko. Já, ég veit það. Við vorum fyrstir til að skilgreina það. Sem að þýðir að sko en ég ætla svo sem ekki út í dýra heimspeki sko. En hins vegar merkilegt sko að við einhvern veginn trúum því að dýrin séu unconscious verur.
Ég var að labba með fjölskyldunni hérna bara hringinn í hverfinu, sko. Og þá fann dótturinn svona hnetu sem einhver íkornin hafði gleymt að taka með sér upp í tré. Og þá fór ég að pæla í því, íkornar, já. Þeir gera áætlun til framtíðar, sko. Og hérna, það nokkuð mikil consciousness í því, væntanlega. Ég hef aldrei kvittað fyrir það að dýrin séu ekki með consciousness. Það kallar ekki svona að mér. Nei. En ég veit að þetta algeng skoðun í bæði kristna heiminum og humanista heiminum. Þetta svolítið góð pæling, sko, því að þau samt éta hvort annað, sko. Já, það er alveg eins og manns þegar ég var að vinna mikið með þessu hugmynd að það er afstæða mín, ekki bara skoðun. Að móðirinn á allan rétt á barninu sínu. Ég veit að þú ert ekki svo... Þetta nota rétt aftur, sko. Já, ég veit það. En ég veit að þú ert ekki sammála með þarna, en það er önnur saga. Þetta er eitthvað sem ég hef pælt mjög mikið í og hefur uppstutt bara með mínu nefi. Og ég svolítið sammála til dæmis því sem Noam Chomsky hefur orðað þetta vel. Hann var einu sem spurður út í þetta, do animals have rights? Og réttindi eða réttur eitthvað sem er skilgreint fyrirbæri inn í borgaríkinu. Og þess að kalla citizenship og citizens rights. Og hann benti á að dýrin eru á okkar valdi. Fyrir vikið hafa þau engin réttindi. Og þetta er nú svona svolítið á svipaða bók eins og þegar við vorum að ræða það leið og þú samþykkir að þú hafir einhvers konar human rights, þá ertu búin að afsala þér valdi við sjálfum þér. Já. Þú búin að afhenda einhverjum öðrum getuna til að skilgreina. En þegar ég tek mér hundana mína inn á mitt heimili og fyrir að gefa þeim að éta, gefa þeim heimili, fara með þau í bíltúr, fara með þau út að labba, þá er ég búin að taka af þeim sjálfsákvörðunarréttinn. Og þeirra skoðun á því hvort að það er komin tími til að aflífa dýr eða ekki, kemur í rauninni þeim ekkert lengur við. Og það hefur ekkert með réttlæti að gera eða réttindi eða siðferði heldur hreint og klárt vald. Og eitt af því sem ég hef búin að vera að vinna með undanfarið að vald er fyrirbæri sem nánast enginn hefur neitt vit á. Þeir einu sem hafa eitthvað vit á valdi þessir 100-200 mann sem stjórna heiminum. En það eru margir sem samt átt að sjá þessu, eins og Abraham Lincoln sagði, hann var reyndar að vitna víst í einhvern annan, might makes right. Þannig að ég og þú erum svolítið, við erum á vissan hátt, ég og þú, á sömu bókina lærðir, af því við erum með ákveðna svona skólun á bakvið okkur sem heitir kristilegt siðferði. Við erum það mikið biblíuskólaðir, að við tökum ekki eftir því að sumt af því sem okkur hefur verið kennt varðandi kristilegt siðferði er túlkun frá þeim sem kennt okkur að lesa biblíuna. Ég reyndar Biblían er stútfull af því að taka vald yfir mönnum og skepnum, mannfólki og skepnum, en spurningin og það einmitt það sem ég var að reyna í gær, að þú þarft ykkur á forsendur, þess eins og ríkið gerir, þegar ríkið tekur sævar af lífi, þá gefur ríkið sér ykkur á forsendur sem réttlætir fyrir ríkinu valdbeitinguna. Og ég sagði það ekki, en það lá svolítið í augum uppi ef að fólk fattar húmorinn hjá mér, að ég var í rauninni að skilgreina hvenær eingyðistrúarmaðurinn getur tekið skurðgoðadýrkandana lífi sem dýr sem í þjáningu. Já, ég átta á því pæli, Og er þá líka, ég er ekkert að segja hér hvað er rétt eða rangt, ég bara að varpa upp fleti sem ég er þarna að búa mér til vettvang til að geta rætt. Því öll þjóðríki gera þetta. Og meira en minna allar siðferði heimsmyndir gera þetta líka. En eitt af því sem við lendum í
að við leifum okkur ekki að ræða þetta, við erum bara búin að ákveða ég er á móti ofbeldi, en hvenær ofbeldi gustugaverk? Og til dæmis þegar þú hefur oft varpað þessu, ég veit ekki hvort það er meðvitað hjá þér eða óvart, þú er oft tekið þetta upp að ef einhver ræðst á þig og ógnar þínu lífi og limum og frelsi, þá ert þú í fullum rétti, það verður ekkert með réttindi að gera, þá ert þú í fullum rétti til að svara fyrir þig, hvort sem að viðkomandi í einkennisbúningi eða ekki. En taktu eftir einu sem ég var líka að leggja upp, og það er líka svolítið dulið í þessu, að ef þú ert þegn Guðsríkisins og það er einhver frá þjóðríkjunum sem að gengur á réttin, þá hefur hann engan rétt. Þú ert í fullum rétti til þess að taka hann lífi. Vegna þess að þú ert með hið lögmætaríki, hann ekki. Já, Nei, þetta er ég er að varpa fram umræðuefninu. Já, skil. Vegna þess að sko, hver ætlar að skilgreina Guðsríkið, þjóðríkið, konungsríkið, trúarríkið, kirkjuríkið, veist. Já, en þú lagðir svolítið grunninn hérna í upphafi might makes a right, sko. Að ég segi nú frekar, sko. Í því samhengi að margir hafa velt þessu upp. Ég segi might makes a mess, sko. Og ég hafna því að máttur veiti einhvern rétt, sko. Það er eins og, það er alls það fullt af svona litlum frösum, sko, sem að ég er honum svolítið ofnæmur fyrir, sko, að eins og þegar að þessi gaur þarna CO2-gaur var að segja, sko, já, 1000 vísindamanna bara allir vísindamenn heimsins eru sammála þetta. Og ég bara, já, þú byrjar bara með fallasíður. Já, það er svo auðvelt að debunka þetta. Já. Og þetta er eitt af þeim fyrsta sem að menn debunkuðu í tætlur. Já, og í Kaupmannagate, sko, eða Copenhagen-gate, þá voru þið bara var staðið að þeim með falsanir og svikastarfsemi, sko. Að sko, það er svo erfitt, bara eins og ég þegar ég var að tala um þetta oft þegar ég var að tala um mál, sko, bara taka hugsunar rétt eða réttindi eða réttur út. Þetta er bara orðið svo innbrennt í hugamanns að það er bara svo erfitt að hugsa út fyrir það box og þar liggur fallasían. Að sko, eins og valdstjórnin gerði, það var í fyrsta skipti sem ég sagði að ræsnaréttur væri fallinn, sko. Það var manstu með brot gegn valdstjórninni. Já. Að þar var einstaklingur sem að setti hönd fyrir höfuð sér meðan að lögreglumenn voru að sparka í hann í stígvélunum sínum, sko, eða trampa á hausnum á honum. Og hann var kærður fyrir alls konar hugmyndir sem þeir höfðu að hann hefði gert af sér og kærður fyrir glæp gegn valdstjórninni. Og síðan var hann sýknaður á öllum ákærum nema glæpnum gegn valdstjórninni. Þar með það hugar ástand fallið, sko. Og þar með valdstjórnin búin að gera sig á Guði. Þar með valdstjórnin búin að gera í buxurnar og síðan þá hefur réttarkerfið þeirra, musterisreglunar, verið bara að hrynja, sko. Það er bara frjálsu fallið, sko. Já, það tekur ekki mark á þessum stofnunum lengur, sko. Og af því að eina svar þeirra við orðræðinni, þegar ég segi já, það er í frjálsu falli. Ástæðan fyrir því ég tek undir það heilsugar er svo að ég sé að stofnanirnar svara orðræðinni með valdbeitingu. Já, og reyna að þagga svona góður eins og okkur, sko. Þú veist að þessar NATO-æfingar sem eru í gangi núna, forgangur þeirra er að shadowbanna góður eins og okkur, sko. Og þessir gaurar sem í Bandaríkjunum að tala sko, að þegar hamarinn fellur, sko,
þá er það að tala sko að það verður slökkt á internetinu bara. Og að þegar þessar handtökur byrja og þegar sko en svo veit maður ekki sko gamli þýsisinn sem að Alex Jones kom fram með meðan hann var ennþá að segja eitthvað að viti sko. Það var þetta að sko Sameinuðu þjóðirnar myndu gera innrás í Bandaríkin sko. Og Oath Keepers og þessi eru búin að vera sko bara kerfisbundið í 10 ár að undirbúa þann atburð sko. Og þar á meðal þetta Oath Keepers Network sko. Og það virðist vera að þessi Sameinuðu þjóða drulla er að hrynja sko. Já. Það lítur þannig út. Takk þetta því að ég var að gera íslenskt vídeó í dag þar sem ég lýsti því 2 og 3 yfir Sameinuðu þjóðirnar eru þjóðirnar 5 sem sigruðu síðar heimsstyrjöldinni. Já, mjög góð greining hjá þér, mjög góð greining. Hinar þjóðirnar eru leppríki. Já. Nú er það að reyna að sparka Rússum út af því þeir fengu samvinsku eitthvað starf á leiðinni. Einmitt. Ég tók þetta fram líka og ég var nú líka að undirstinga þetta að þú getur ekki lögsótt starfsmenn Sameinuðu þjóðanna fyrir lögbrot á Íslandi. Nei. Og þeir borga enga skatta. Og stór hluti fólks áttar sig ekki á þessu en ég heyrði, ég heyrði einhvern vera að tala um þetta fyrir viku síðan. Erlendis. Frekar en hér á Íslandi. Ég bara manna það ekki. Hvar ég heyrði það. Nei, hvort Sturla Jónsson myndist það. Ég bara manna það ekki. Ég var að hlusta á viðtal við hann út upp í sögu þann 8. Það var semst einhver sem myndist á þetta og ég sagði, ég ætla að taka þetta fyrir fljótlega. Og reyna að hitta beint í markmiðum. En þarna, ef við komum aðeins aftur á hruninu, sko það sem að gerðist í hruninu, sem enginn er að fjalla náttúrulega, að það var sko, ríkið var skuldlaust að sagt reyndar var svolítið Enron bókhald í gangi sko, en það var svona í mjög góðri stöðu bókhaldslega sko. Síðan eftir hrunið er ríkissjóður það skuldsettur að hann er að borga 80 milljarða á ári úr landi. Það eru skattfrjálsir peningar, það stendur meira að segja í fjárlögum tekjuskatt að þessi vaxtasumma er skattfrjáls sko. Og það sem að íslenska elítan sem er sennilega ekki braskararnir og bankamennir heldur akkurat þess að þú varst að benda á að það eru bjúrókratarnir sko. Að það hefur aldrei mátt gefa upp þetta hverjir eiga skuldirnar sko. Já, ég er búin að gera Ég held nefnilega að bjúrókratarnir, forystusauðir bjúrókratana og fjölskyldur þeirra hvernig fyrirtækja keðjur sko, að þeir sita hinum megin sko og er að fá þessa 80 milljarða út úr kerfinu bara inn á reikningin á sér sko. Þetta er mjög góður punktur og ég vil fá ítrekka þetta sem ég verið að tala mikið í sumar. Það er bankarnir eru sömu fórnarlömb hrunsins og við, kerfið græddi á þessu, bjúrókratir græddi á þessu, sem eins og þú ert að benda á. Það eru faldir sjóðir sem að græða á þessum skattfrjálsu vaxtagreiðslum og þetta var vitað fyrirfram. Þetta var skipulagt, þetta var plottað. Já. Og ég held að það sé mjög gott að ég gleðst að heyra að það er allavega einn sem að fattar hvað ég er að segja þarna því að sko frá hruni er búið að viðhalda stanslausum áróðri og heilaþvætti til að sannfæra almenning að þetta hafa allt saman verið bankamönnum að kenna. Eingöngu. Já. Og það að þora að þegar ég sagði þessu orð fyrst í sumar, ég ætlaði að varla þora að segja þetta. Ég þurfti að taka á sjálfum mér til þess að halda þessu fram. Já. En síðan ég fór að halda þessu. Svo mátti ekki gleyma, þetta voru líka allir plebbarnir sem keyptu 32 tóma litasjónvarp, flatskjá. Það var náttúrulega þeir sem að settu allt í klessu, sko.
Já, þetta náttúrulega spuni sko, síðan kemur Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og reyndar svolítið eftirtektarvert að áróðusplebbinn Eva Joly vildi ekki koma til landsins aftur. Það sé að því að það er búið að expósa hana svo fullkomlega eða. Hafa einhverju fleiri en við gert það? Hafa einhverju fleiri gert eitthvað, ever? Það er ekki bara við tveir sem erum að gera þetta allt saman. Það er átt að svo svipinu sjálfur við núna. Hvað allt gengið sko? Já, það mætti á Kópavogsfundinum í haust. Já, allt liðið mætti þar. Það mætti allir. Ég sé að Mr. Power Pac-Man að horfa. Ég var að hugsa til þess líka, hann mætti. Hann algjör grjótarður víkingur sko. Heyrðu, svo byrjuðu hérna grammarnasistarnir að segja mig hvernig ég átt að skrifa víkingur. Jú. Það vilja nota víkingur. Ég hafna því alfarið. Þetta er dregið orðinu við víkingar. Víkingur. Við konungar, sko. V-I. Og ég raun að þetta vera eð. Íslenska þýðingin á ekki að vera í heldur eð. Við king. Við king. Við konungar. Já, það er nú að síðasta sem ég geri, það er að hlusta á grammars hreinritunarstefnu. Ég fékk svona athugasemd daginn, ég hafði sagt ég hafði sett í athugasemd á Kaiser Report í síðustu viku þá sagði ég Max Kaiser is the best but Stacey Herbert is a genius. Og ég skrifaði það með breskri stafsetningu sem T-N-I-O-U og þá fikk ég athugasemd frá einhverjum Bandaríkjamanni þú gætir nú langt svo lágt að allan að skrifa genius correctly. Ég svaraði nei. Hann verður ekkert kommenta áfram með neginu mín. Já, þetta er svona reflexar hjá fólki alltaf að vera leiðrétt að vera. En ég er svolítið, það er þetta sko, það sem fólk sér mig tala í vídeóum eða á Harmageddon er bara lítið brota partíunni sem er í gangi í hausnum á mér sko. Já. Af því að þegar ég var að hugsa þetta nafn hérna með víkingana sko og við konungar, eða við kongar, að þá myndi grammarnatsíðin spyrja, og hvaðan er það dregið? Já, er ekki dregið að viðbjóði. Nei, ég er ekki að tala við 96%, það er alveg ljóst. Ég nenni ekki að munnhöggast við þig. Nei, maður er svo, reyndar maður svo illalega sjat og bannaðar að þeir held ég bara sjá mann ekkert lengur. Þannig að þegar ég stofnaði Víkingaflokkin þá var einhver að tjá sig einhvers þar hann og mig og þá það var svolítið annar vettfangur, ég ætlum ekki að segja frá hvaða vettfangur það er þannig að menn fara nú ekki að loka þar líka sko. Og þá var gaur sem sagði, já, Axel Pétur, já, hann var nú að kommenta rosalega mikið á alls konar fréttir hérna áður en ég hef nú ekki séð hann í langan tíma, ég hef aldrei stoppað að kommenta. Það er alltaf bara allt sjáttóbanna sem ég geri. En það merkilega og það finnst mér svo áhugavert að það er eitthvað sem að til dæmis þessi hreyfing núna í Bandaríkjunum sko að þeir munu hugsanlega taka á þessu sjáttóbanni líka sko. Þessi Trump hreyfing eða hvað eigum að kalla hana, þetta er náttúrulega Trump er náttúrulega bara, þú veist kissuberið á helvíti sko þannig það er nú ekki, ég skil aldrei vera að tala eina persónu sko. Já, þetta er svolítið skemmtileg staða sem er komin upp vegna þess að Trump hefur komið í viðtal hjá Alex Jones, hann hefur sagt fullt af hlutum, hann talaði um fæðingarvottorðið hans Obama á sínum tíma og hefur sagt og gert ýmislegt þannig að ég er nokkuð viss það að hann sjálfur sem einstaklingur er ekki hrifinn af þessum nethreinsunum en hann er náttúrulega eins og þú segir, hann er bara partur af stórri vél þegar hann forsetir sko. Og ég veit ekkert, maður veit líka aldrei sko, þó að þegar þú ert í elitinni, það er ekkert víst að hafa neina samvinsku lengur. Nei, já, það veit, sko,
Ég held reyndar, maður er alltaf að reyna að sjá, þegar ég er að hlusta á fréttir að reyna að frá hint til að sjá hvað er að gerast á bak við tjöldin, eða hvað er að gera í raun. Já. Og það er alveg ljóst að allir hersöðingjar Pentagon vita að það var flugskeyti sem að sprengdi Pentagon, Þeir vita það allir upp á 10, Og nánast örugglega flugskeyti á turnunum líka. Nei, það var engin flugvél eða neitt svoleiðis. Nei, ég veit það, en það eru til ykkur vídeó sem ég horfði á sem benda til þess sem að segjast hafa fært rök fyrir því að það hafi verið send flugskeyti á turnunum. Ég veit ekkert hvort það er þannig, ég bara segja þetta að það er til fólk sem er til þess fram. En áfram með smjörið. Ég bý svo vel að því að hafa tekið sprengjufræðin hjá honum. Já, ég veit, við erum fyrir að fara með. Fikk hæðstu einhvern, ég fekk 9,5 og næst og eftir með var með 5,5 eða 6. Að sprengju sprengja, ef flug hefði farið inn í bygginguna þá hún hefði ekki litið svona út, afleiðingarnar. Já, ég veit það. Ég er ekki að segja að turnarnir hafi verið sprengdir með flugskeyti. Það sagði ég ekki. Ég veit, margir hafa sagt að það var flugskeyti með einhver svona feikum vangjum og... Já, nei, ég er ekki trúar á það heldur. Það sem ég held hins vegar, ef þú skýtur exoket skeyti eða tómakskeyti, þetta eru sambærileg skeyti á svona byggingu, þú ert að taka vídeómynd, þá er auðveldara fyrir þig að editera eftir á og skipta út flugskeitinu yfir flugvél í myndritli. Það er það sem ég var að leggja upp. Að þessi editeruðu myndskeið sem okkur verið sýnd hafi verið doktoruð með því að fyrst skjóta flugskeiti og svo skipta því út fyrir flugvél, frekar heldur bara klína flugvél inn í þetta. Þetta er algjörn kenning. Ég veit ekkert hvort það er endilega fótur fyrir henni. Ég bara séð fólk rökstyðja þetta. Það er það sem ég... Já, ég hef heyrt þessa kenningu líka og ég er verið alveg þína skoðun á því en ég er ekki saman. Ég hef enga skoðun á þessu. Ég er alveg bara open book. Turnarnir 3 voru einfallega sprengti niður. Já, ég er með þá í sammála þeirri skoðun. Það er augljóst að þetta var controlled demolition en fullt af öðrum hlutum í tengslu við þetta sem er bara gufa. Þess vegna var ég að gera vídeó daginn þar sem ég allt í einu fattaði flugrán er ekki framkvæmanlegt. Það dugar mér til þess að vita það að þetta var controlled demolition. Flugrán hefur aldrei verið framkvæmanlegt. Einn rofi í cockpitinu og það er allir sofnaðir í flugvélni á 90 sekúndur. Þetta heldur... Flugstjóran getur enda rænt henni, svo sem að kontróla takanum. Já. Það getur rænt sjálfum sér. En ég held að þetta sé rétt hjá mér og ég hef ekki séð neitt svara mér með þetta, að þetta sé rátt hjá mér. Já. Svo fyrir mér er 911 bara dead duck in the water. Með þetta, hijack is impossible. En ok, ég meina, þú ert að tala, rúla ykkur upp, áfram með smíðum. Þú ert að tala að vegna þess að, hérna er nefnilega punktur sem er mjög góður, Axel. Hvert er ástandið akkurat núna? Það er það sem þú varst að rúla upp. Já, ástandið er ef ég tek svona spaughliðin á það fyrst, það var mannstu í fyrra eða hittifyrra, þá kom alveg bara fréttir, já, nú eru feitir Ameríkanar ekki lengur í minnihluta, nú eru þeir orðnir meirihluti. Og það er þetta critical mass, sem að sumir halda fram að þurfi ekki að vera nema 3%. Já. Pólitískt, andlegt critical mass sé ekki nema 3%, Það stemmir með mína kenningu 4%. Það er bara 4% sem hugsa hinir fylgja. Og að það virðist vera að þetta sé komið yfir critical mass. Fólk er bara, nei, við ætlum ekki að vera áfram í þessum stríðsglæpa bransa eða business, Noreg, sér það í Noregi, þá eru múurinn farin að rífa niður vegatolla rukkunavélarnar. Þeir geta náttúrulega ekki settið þetta bara rifið niður strax á borgurunum. Já, alveg. Þetta er eitthvað sem ég hef ekki heyrt af. Þeir bara, fólkið í Noregi er bara búið að segja nei
og þegar einhver situr upp svona bómu þá fara gaurar með sæjur og saga bara niður. Bara allstaðar, það er bara allstaðar að gerast. Er þetta Og bara nýtilkomið eða? Nei, þetta er að aukast rosalega mikið. Þetta var gerðist svona bara, nú er þetta bara orðið, þetta er bara alltaf að gerast. Þeir ráða ekkert við þetta lengur. Og sko, ég held að fyrir 10 árum þá hafi Pentagon liðið fengið svolítið áfall, sko. Þegar að neokóranir sprengdu hjá þeim skrifstofuna sem sko, þar var fólk innan Pentagon bara af áræðanleika að rannsaka hvað var þeim þess að $2,3 trilljón, sko. Og það fólk var sprengt í tætlur og það vita Pentagon officerar og rússa officerar og þá kemur einmitt eitt svona punktur, mástu á einni kossarástefnunni hans Trumps, þá var hann að segja sko man ekki alveg við hvernig hann var að tala jú, hann var að tala við Putin, sko. Þeir komu hana fram saman og þá sagði Trump að það er engin military vandamál. Herrirnir okkar í stanslausum samskiptum og það er engin hernaðarleg vandamál á milli okkar. Nú, þetta er svolítið stór fullyrðing, sko. Já, og Sergej Lavrov hefur sagt svipaða hluti. Já, það sem þeir eru að segja er að sko þetta glóbalista sturlun fór bara algjörlega út í böndum, sko. Og þetta segja mann það, bandaríski herinn og rússneski herinn eru bara ég held að sé nú, þótt að hermenn séu nú ekki alltaf góðir, sko, þá eru hershöfðingjarnir yfirleitt jarðbundnustu menn sem hún finnur, sko. Já. Ná, oftast. Já, þeir eru það. Þeir pæla alveg rosalega mikið og mennta sig líka. Já, og þeir sem grúppa eru mjög svona stabil og það virðist, þetta er svona punktur sem ég verið að melta mikið er sko að þegar að verður keyrt núna í military tribunal í herdómstólinn í Bandaríkjunum og það verður líka fleiri löndum, Norðmenn verða teknir NATO drastlið allt saman og jafnvel einhver Íslendingar að allt þetta stríðsglæpa pakk bara verður tekið eins og í Núremberg og rússar munu standa alveg svellkaldir og styðja það, sko, og ég hugsa meira þess að Kínverjar munu styðja það líka. Kínverjar eru stórhættuleg kvikindamöður. Já, segir hver? Ég. Já, ok. Ég treysti þeim ekki, ég treysti ekki Kínverja á rauksín. Já, ég hef átt viðskipti við Kínverja í 20 ára og þeir hafa alltaf reist með mjög vel. En ég skellti þann upp í Excel. Já. Að 4% af Íslendingum eru 14.000 manns. Já. Miðað við að ég segja að það sé bara 4% sem hugsa. Ántilisti þess hvort þið séu sammála manni ekki, sko. Já. Þetta er allavega til í að heyra það sem maður segir og pæli í því. Það eru 14.000 manns á Íslandi. Við erum 14,5 milljón í Bandaríkjunum og 22 milljónir í Evrópu, miðað við 550 milljónir. Já. Sem sagt, fólk sem ennþá hugsa, sem ekki human beings. En ok, þetta er flott greining og flott pæling og ég er alveg sammála því að Putin er búinn að segja, Trampolin er búinn að segja, Sergej Lavrov búinn að segja og það er nú einn af fáum mönnum sem ég tekið ekki að marka. Já, segja það sama, hann er snillingur, sákur. Hann er bara, þú veist, ég missi ekki að viðtalið við hann, sko. En. Og eins með hann Javad Zarif frá Íran. Ég alveg elska viðtalið hans, ég bara, nýtt viðtal með Javad Zarif, var það nógu langt? Var það nógu langt? Var það meir en 7 mínútur? Já, ertu með kvóta þegar það er minni en 7, þá nenni ég ekki að horfa. Já, fyrir gaur eins og hann og Sergej Lavrov, þá nenni ég ekki að kveikja fyrir minna en korter, sko. Já. Nei, ég held að, sko, þess vegna var ég nú að leggja í þennan víkingaflokk, sko, að það er að vera tilbúin þegar þetta fer í gang, sko.
Þegar að shiftið verður. Já, þú trúir á shiftið, ég geri það eins og ekki. Ég ekki að segja að það verði ekki sviðsett shift. Já, þeir reyndar munu væntanlega að reyna að sviðsetja stríð í Evrópu, sko. Þess vegna eru til dæmis með herrafangarnar hérna upp í Skandinavíu, þegar við megum búast við eiturefnaárás, sko. Ég er ekki ósammála þessu. Ég er ekki ósammála þessu. Eins og þú veist þá er ég búin að vera að tala mikið um það undanfarið að núverandi heimskerfi er dautt. Já, þetta eru dauðatíðirnir, sko. Já, og stjórnkerfið svo töluðum áðan þegar svar áróðurskerfisins, fjölmiðlar, social media, bjúrókratið, þegar svarið hjá öllum er að kæfa orðræðina með svona innuendos eins og sexual assault. Já. Já, það sást í bunguna hefur. Ég verð endalaust fyrir kynferðislegum eiturvopnaárásum frá konum. Meilvað. Já. Er það ekki brot á eitthvað svona mannréttindum? Mér fannst það snilldarpunktur hefur. Mér fannst það snilldarpunktur og hann er akkurat upp í ermina mína vegna þess að það er svolítið mystik í þessu. Þú veist hvað að ég er algjör sökkur fyrir mystik, sko. Jú. Það er ástæða fyrir því, það er ekki bara því að við persónulega áhuga mystik. Ég hef verið að heyra frá fólki sem er sammála því sem ég verið að segja þetta. Ef þú getur setti mystik í orðræðina þína, þá ristir hún dýpra og varir lengur. Þannig að við getum notað það sem tól. En mystikinn þarf ekki að vera mambo jumbo. Hún getur verið ég er fyrir kynferðislegri áreitni með ylvatni. Það er mystik í því, sko. Já, þetta er bara enn túlkunaratriði, sko. Já, þetta var bara mjög flott. Take it or leave it. En ok, ég meina, við erum búin að tala um þetta, þú veist, núverandi siðmenning er dauð. Og Twitter, Gmail, Facebook, þetta er orðið dautt. Það er ekkert virility í þessu lengur. Nei. Og ég veit ekki neitt annan en okkur sem segjum þetta. Ég er búin að vera að segja þetta mjög oft undanfarið. Þetta er dautt. Við erum ekki einu svona að sjá dauðategundir, við erum bara að sjá strúktúrin. Það er ástæða fyrir, maður tengja þetta á annan punkt. Eins og þú veist, þá er ég líka mikið undanfarið búin að vera að tala um að við erum núna á miðöldum húmanismans. Alveg eins og áður en kirkjuríkin hrundu, þá voru miðaldir kaþólskunnar, miðaldir kirkjuríkjanna. Og þetta túlka ég þannig, hvort sem það er eitthvað svona oathkeepers í Bandaríkjunum eða í military tribunal í vændum eða sviðsett stríð í vændum, meikar ekki diff. Þú getur settast að nýtt 30 ára stríð eins og gert var í Þýskalandi eða eitthvað annað. Jú, þú veist, það kom einhverja dauðateyjur og hryglur og fólk fer að pæla í reddaðisreiti og pólitíkinni eða einhverju, eða fólk fer að hengja sig utan í Jordan Peterson eða eitthvað, en það breytir því ekki að þetta er dautt. Og það þýðir að þetta er að loknast út af, hvort það mun taka 10 ár, 1 ár, eða 100 ár. Og ég er búin að vera að leggja það upp að þriðja heimsstyrjöldin taki 100 ár. Þessi, þú veist, það er alltaf bara mín kenning og ég er svona búin að rökstyðja það aðeins. En það sem ég er að horfa á er að hvað gerist þegar turninn fellur. Þegar kirkjuríkjaturnin féll, þá voru þeir tilbúnir að smíða nýjan. Og það sem ég er að reyna að gera með mínum greiningum er að reyna að finna út hvað eru þeir að plana. Vegna þess að það eru þjóðfélagsverkfræðingar sem eru með öll völdin sem sjá þetta líka. Hvað eru þeir að plana? Og þá fer ég að spyrja, alveg eins og ég var að reyna að gera í vídeónu þarna í gær eða fyrir dag, hvað ef það kemur fram náungi eins og Manu gerði eða einhver annar náungi sem segir þú hefur hér með leyfi til að taka af lífi alla sem eru gargoyle, golem eða gúl en þú þarft að gera vitnisburð fyrst. Og þá bara, já, heyrðu,
einhvern tímann á næstu 20 árum fer ég í heilagt stríð og tek út 5 manns. Og hvað ef 1 milljarður manna fær að fylgja þessu mann? Þá gæti komið svona hugarfarsbreyting sem hreinsar alla drullu í vitleysu, alveg óháð þjóðfélagsverkfræðinni. Það sem ég að segja að við erum hérna með mainstreaminn, hvernig þetta að sigla. Svo erum við með hugsanlegar ýmsar pælingar frá þeim sem að skipuleggja leiðina. En það enginn að horfa á leifturárásina frá hlið sem gæti gerst. Það ég að varpa upp líka. Bara í taktík, sem taktísjan. Málið að hernaður ákveðin aflfræði og Trump hefur lýst því yfir að herir Bandaríkjanna og Rússa, það engin vandamál á milli þeirra. Og ef að eitthvað dettur niður hjá þeim þá það bara eitthvað mistök og það bara leyst innan herjanna Síðan ertu með Ísrael sem að bomba allt og spilla öllu sem koma nála Bandaríkjamenn eiginlega að komast á þann stað að bara fara að segja fuck you við þá almenningur í Bandaríkjunum. Ég ekki sammála því en okay. Ég að byggja þessa mynd og síðan þannig með Rússa og Bandaríkjamenn, síðan ertu með Íran sem virðist bara standa svolítið þétt fyrir sínu og svo þeir að leysa þetta rugl hérna Norður Kóreu skaganum það sjálf leysir sig bara úr þessu en svo ertu með Kína það í raun wild cardið það Kína og þess vegna sé ég að bæði Alex Jones og allt áróðurs gengið að einmitt þessi síðu ára sem þú ert að tala eina wildcardið tekst okkur að koma stríði í gang í Kína það raun síðasta hálmstráið þetta að heyra mikið núna South China Sea eða Suðursjóin í Kína þeir munu reyna að sitja í gang vesen þar en ég meina Kína bara með öll spil á hendi þá bara droppa þeir öllum bondunum á Bandaríkin og þá það bara búið svona Mao sagði á 7. áratugnum í einkaviðtali við hann sem sagt ég veit ekki hvort það sagði það oftar hann kannski sagði það oftar eða náunginn sem skrifaði ævisöguna sem hafði verið einkalæknir hans og hann hafði þetta Mao í einhver samtali á Mao og hann sagt við erum 600 milljónir mér alveg sama þó þeir taki út 200 milljónir með atómbombu þegar við erum búin að taka út 200 milljónir hjá þeim þá erum við búin að vinna bara einföld tölfræði en þú veist það líka mikið af þessu röfli í fjölmiðlum og í þessum stjórnmálamönnum til þess að sannfæra embættismannakerfið einhverja vitleysu Já, sammála því Embættismannakerfið er nefnilega jafn dáleitur og sturlaður og klikkaður eins og almenningurinn sem er notaður til að manna embættismaður og starfsmaður í svo opinbera ekki alltaf sami hlutur einn Nei. Spot on. Mjög góða punktur, gott að taka þetta fram. Við þurfum að muna eftir þessu. Hvað var ég að segja aftur? Að stór hluti af áróðurinn í fjölmiðlum ekki til þess að sannfæra almenning. Það skiptir engu máli hverju almenningu trúir. Nei. Það skiptir engu máli hvað almenningur hugsar. Það er að spila á hann eins og orgel. Það skiptir eins og máli hverju bjúrókratinn trúir. En þú sér að þeir eru búin að reyna hvern falska fánan og fætur öðrum og skrippalmálið og bara, ég veit, það er blautt alls það púðri hjá þeim, það kom bara svona gaurar eins og við og segja bara, þetta er bara brandari, það stendst ekki skoðun einu sinni, Fyrir mig er svo gjörsamlega ásýð þessu skrippaldæmi, algjörlega, þú veist, breska heimsveldið og eiginlega bara öll Vesturlönd eins og að leggja sig, mistu allan trúverðuleika þannig við voru, allan. Hver sá sem tekur mark á þessari umfjöllun þeirra bara búin að kúpla sig út úr samræðinu. Já.
En málið sko, ég man ekki alveg nákvæmlega tímapunktina, manstu þegar ég var að kalla út fólk í íslenska valdstjórnarkerfinu, þegar þið áttu ykkur á því að það eru þið persónulega sem ábyrg? Nei, ég man ekki eftir því. Nei, síðan kom Sturla og bætti þessu við, sko. Sturla var nefnilega að taka þetta fram líka. Já. Ég var reyndar að taka þetta fram í þessu alþjóðlega samhengi, sko, að þeir sem hafa tekið þátt í þessum stríðsglæpum í Afganistan og Líbíu og fleira slíkt. Já, ég kannast við og þú hefur sagt þetta, ég bara man ekki til að hvar, sko. Já, ég kom að því frá þeirri hlið, sko, þeim ferli, sko. Þú hefur oft tekið þetta fram að... Já, Sturla kom að þessu frá sinni eigin reynslu í dómstólakerfinu, sko. Já. Þannig að niðurstaðan okkur var svo sama eftir 2 ólíka ferla, sko. Já. Og ég tók eftir, þú veist, talaði að þegar maður talar út ákveðna hluti og þú finnur andlega bara, já, ok, þetta var þú finnur það andlega að þetta var eitthvað sem hafði áhrif, sko. Já, þú opnar gátt. Ég er að reyna að rifja upp hvort að Ron Paul hafi verið að segja fyrir svipaða hluti. Nei, það er ekki að takta hluti, hann á nú ekki verið að taka viðtöl, sko. Nei, en maður fyrirgefur honum, alveg eins og það var einhver sem kommentaði, ég var nýbúin að hlusta á hana og var að tala við einhvern og ég sá það, hann hefur örugglega verið að hugsa það sama gaurinn því hann skrifaði "It's always good to hear from the good doctor." Já. Og ég bara lækaði, ég sá að voru nokkur 100 búin að læka þessu og ég segi já. En þú sér það líka þeir sem að taka viðtal, sem hann að taka viðtal við, að þeir eru svona hálfbrosandi, sko, bara já, leifu nú bara að mása, sko. Ég er bara með í útsetningu með the good doctor. Já, bara að vera með hann, sko, styðjan. En sjáðu hvað kallinn vinnur mann á sitt barn, sko. Já. Hann er farin að fara í svo mikla hringja, ég er nú aðeins farin að minnka á hlustið, sko. Já, ég hlusta ekki á hann daglega og maður sér líka kallinn er stundum þreyttur suma daga, hann er náttúrulega komin ákveðin aldur og allt það, sko, en maður sér, ég er mjög svo gaman að maður sjá gauruna eins og með Daniel McAdams, þetta er svona reyndur gaur, sko, he's been around, búin að koma sonum sínum til manns og búin að reyna eitt og annað og maður sér virðinguna sem hann ber fyrir kallinu, sko. Maður sér það bara í ómeðvituðu tjáningunni. Já, og sonar hans reyndar að koma sterkur inn, sko. Já. En eitt sem ég ætla að koma fram, vorum að tala þessa fölsku fána, sko. Nú eru þið búin að í þessu hérna gólum, þetta nú alltaf stormar, þetta svona smá gólur sem hafa farið yfir ákveðið landsvæði í Bandaríkjunum, sko. Og þeir hafa tæmt heilu borginnar, sko. Í Flórida, sko. Kemur eitthvað fellibylur og þá bara borgin tæmt, sko. Og mín kenning er svo að þeir séu búin að rigga þetta upp af sprengiefnum, sko. Já. Það svakalegum að það jörðin lítur út eins og eftir kjarnorkusprengju. En það er búið að rigga 2 til 3 borgir svona, sko. Já, það er gert á meðan það eru tómar, meinarðu. Já. Þannig að það eru 2-3 borgir tilbúnar í Karabumbum í Bandaríkjunum, sko. Í falskan fána. Magnaðan falskan fána. Í magnaðan falskan fána. Og ég hef tekið eftir yfir himninu hjá mér að það hefur rosalegt chemtrail og þetta svarta chemtrail er að aukast, sko. Trúir þú ennþá á chemtrail? Ég trúi mínum eigin augum, sko. Sorry. Ég trúi mínum eigin augum, sko. Ég bara fyndin í kvöld, sko. Já. En ég er ekki táðið því að þú sért sammála mér, sko. Já, sjáur hlutar ég fæst bæjátt aðtöðarsendur fólki sem segir, já, ég veit að þú trúir ekki á chemtrail, en ég er hvorki menn í móti, sko. Ég bara aldrei sé chemtrail. Nei, það er... En áfram með smjörið, ekki láta mig... Ég styð trúfrelsi, sko. Já. Og það þýðir líka trúleysisfrelsi. En málið sko að það hafa komið fram kenningar það að það verði, sko, þeir bæti bara líþíum í drullumalli, sko. Já.
þannig að allir verði bara hálf sofandi, sko. Ég trúi miklu meira á mangankenninguna hans svartakalls sem dó. Dick Gregory var með þessa kenningu. Hann sagðist trúa miklu meira á það að þeir keyrðu í gegnum hverfin með trukka sem sprautuðu mangan út í loftinu. Já, þetta var gert í Bandaríkjunum á sínum tíma. Þetta var gert í einni borg í Bandaríkjunum. Þá keyrðu á trukkum og spreyjuðu. En sko hlutir eins og bólusetningar eru gerðar svona þannig að þær gera eitthvað gagn í upphafi, sko. Og það er svona allir bara með á þessu, þetta er rosalega gott, sko, sem að þýðir að hinn ráðandi öfl hafa aðgang að blóðrás almennings bara. Þú veist hvað er gert í fátækum borgum í Afríku og Indlandi áður en að bólusett? Nei. Það er ískápar og vassalerni á hálfirði. Já. Í nokkra mánuði. Það laga tölfræðina svolítið. Ja, svo fólk sé komið hreinlæti og holla mat áður en það fyrir bólusetninguna. Já, en ef þú hugsar þetta frá military hlið, sko. Já, ég sé hvað við. Þá ertu með bara beinan aðgang að blóðrásinni bara í heiminum, sko. Já. Og og sama er með þetta sem ekkert er. Chemtrail. Já, ég bara er ekki trúar á það. Ég veit ekki hvort það er. Ég er búin að segja það, ég verði það alveg. En ég er að horfa á þetta út frá military standpoint, sko. Ef ég er búin að venja fólk við þessar rákir og það gerir ekkert svo sem með þetta, að þá er ég sko bæði með aðgang að blóðrásinni og ég er með aðgang að því sem fólk andar að sér, sko. Já, þetta meikar fullkomlega sem eins. Og og síðan kemur það fram með svona gaur eins og Bill Gates sem er nú þekktur eugenisti og plebbi, sko. Að hann segir, það er nú nokkuð ljóst að 30 milljónir manna munu deyja fljótlega, sko, út af öndunarörðugleikum. Nú. Hvernig þá? Ég held reyndar að veipið sé, sko, hluta því dæmi, sko. Ég held að það sé eiturefni þar, sko. Já, það eru margir að því líka. En ef við hugsum þetta út frá sjónarhóli alifuglabóndans, sko, að þá er, sko, ef það er eitthvað svona uppreisna andi á gólfinu sem að hennu gerur svona sennilega aldrei, að og þú vilt losa hluta af þessum vitleysingum út, sko. Þá er eitt svolítið vandamál að þú ert með vitleysa hópinn sem er að taka bóluefnin, sko. Það er hópurinn sem vill halda. Þú vilt losna við hinn hópinn sem er búin að sjá í gegnum það, sko. Og þá getur raun, sko, bólusett á sem þú vilt halda, sem eru heilaþvegnir í bólusetningunum, sko. Og sett á í flensusprautuna eitthvað sem að vendar fyrir eitri sem þú spreyja síðan með flugvélunum. Já, ég var einmitt að hugsa það, sko. Alveg eins og spænska veikin var búin til með því að sprauta eiturefnum í bandaríska hermenn og senda það til Evrópu. Já. Og þetta er mælanlegt, þetta er ekki svona samsæriskenning. Já. En ég var nú að koma fram með nýja samsæriskenningu fyrir nokkrum dögum sem ég sjálfur er mjög heillaður af. Er þetta farin að koma eitthvað svolítið á mitt verksvið? Hvað er ég komin með margar áreiðanlegar og vel rökstuddar samsæriskenningar? Óvart. Er þetta ekki allt samsæriskenningar hér? Það segir hérna einn áhorfandi. Þú segist aldrei missa vídeóið því ég komið fram með eitthvað alternative conspiracy theories. En ég sem sagt var að halda því fram fyrir 2-3 dögum að allt þetta weather engineering propaganda sé til þess að sannfæra almenningum það að þegar tíminn er réttur að stjórnvöld geti stjórna veðrinu. Þetta sé svona nýr sjamanismi sem er að halda innræð sína. Já, ég var reyndar, manstu þegar ég var með helium pælingarnar
og vopni sem kalla Rod of God að þessir tsunami og þessi miklu jarðskjálftar eru manngerðir sko. Ég held reyndar að það sé miklu auðveldara að starta svona stórskjálftum og tsunami heldur en að við höldum sko. Þeir eru náttúrulega með mælingar á allri spennu í bergi sko. Þar ertu með gríðarlega mikla stöðuorku sko. Og svo eru þeir einfaldlega búin að finna út hvernig ég held að þetta sem gerist í Asíu hafi verið svona tilraun sko, sem heppnaðist eiginlega allt og vel sko. Já, þarna við Súmötru sem að svo kafferði fullt af Indverjum og drap alveg bara allar hringin alveg fullt af fólki sko. Og það getur gert með Rod of God sko. Það ertu með bara risa stálhlunga sko, sem þú sleppir bara niður sko. Og þú getur gert það með því að vera með kafbáta og sita öflugar sprengjur. Ég reyndi að trúa ekki á kjarnorkusprengjur sko. Ég veit. Ég held að en ég trúi á trúfrelsi svo. Já. Þú trúir bara á chemtrail og ég á kjarnorkusprengjur. Einmitt, það er ekki. Ég held reyndar að þetta séu hydro brennur alveg rosalega hratt sko. Það er gott sprengiefni. En síðan náttúrulega þú ert með sko einhver nokkra tonna rot eins hátt og kemst upp að ísþakinu sko. Og sleppir þið niður þá það gríðarlegt afl sko. Það ótrúlegt afl. Ég búin að vera að tala eins þetta með geiminn, talandi það að þegar að Rússar fara á MiG-31 þotunni sinni eins hátt og hægt að fljúga þá fara þeir up to the ceiling og svo ef maður fer aðeins nánar og nýta þá fattar maður það að blóð af 5 gráðu hiti þarna uppi og þá blóðið komið á suðupunkt. Og það þarf svo mikinn þrýsting í geimstöðinni til þess að forðast þennan svokallaða suðupunkt að hún meikar ekki sens. Og þá fer maður að hugsa með hluti eins og heliumpokakenninguna þína. Hvernig hengir þú eitthvað þarna upp í loftið? Biblían kallaði þetta firmament. Já. Ég veit ekki hvort að ég hef lýst heimsmynd minni sko. Ég sem sagt trúi því að sko það sé bara 2 element sko. Það er frost og funi sko. Og ég er svolítið að melta þessa 7 sóla kenningu þína. Mér finnst hún athyglisverð sko. Ég reyndar ekkert vissum að það séu 7, og gæti alveg eins verið 10, 20, 30 sko. Já, eða 300.000. Það sé allavega fleiri en ein. Það sé hægt að ganga úr skuggum það með því að fylgjast með the sunspots. Já, en ok, þú varst að fara. Mjög athyglisverð kenning sem er í meltingunni sko. Breytist á í skítfljótlega vantarlega. Já, eitthvað. Já, þú sér það, núna þeir að reyna að afsanna þetta. Já. En þá vaknar önnur spurning, þessi viska til, þessi þekking til á heimskerfunum? Nú hef ég náttúrulega séð korta í það sem þessi suðurskautið umlíkjandi og svo þetta kerfi okkar, síðan svona ísbreiður og síðan þar fyrir utan alveg fullt af öðrum heimsálfum sko, miklu stærri og meiri sko. Það svona eiginlega það sem ég svona efst á listana hjá mér akkurat núna sko. Og þar séu það kannski ykkur aðra sólir að snúast eða ég svona algjörlega hættur að hugsa geiminn eins og honum lýst sko. Hér segir ykkur að USA komst í gegnum dómið daginn, en svo feiluðu Rússarnir. Hvaða dómið? Dómið. Já, ok. Firmamentið. Já. En svo gerðist þetta í skrýtna frétt þarna í gær eða fyrradag einhverja geimfara sem
á að hafa slokknað á mótornum og þeir náðu að nauðlenda og ég horfði á þetta og ég segi, býttu, nú NASA alveg komið til Hollywood, sko. Já. Og eldflugur sem geta lent, sko. Come on. Pældi því, það eru milljónir manna sem trúa þessu. Þá getur lent eldflug, sko. Við erum ekki að tala við það fólk. Nei. Það eru bita aðeins, ég ætla að sækja hérna smá bita. Og bara baktala mig á meðan, hressilega. Já. Ég fæ mér að reykja. Og bíðum eftir Axel. Það er alltaf vinsælt þegar við erum í djúpkóðunum, þó að við erum nú bara svona létt spjall í kvöld. Við erum búin að fara í gegnum alla þessa punkta nokkru svona áður. En það er alltaf þess virði að taka eitthvað nýtt fyrir. Ég rétt að það er alltaf þess virði að fara í gegnum gamla punkta, meir punktur út í því. Svolítið þannig, það kemur Axel aftur. Eins og sagt var í gamla daga, kemur illur þá umrætt. Nei, góður þá getið þér. Já, ég var bara með hyggsta alla leiðina maður. Já, algjörlega. Nei, ég bullaði bara eitthvað. Já, góður leið. Já, það voru rússarnir sem nauðlentu, segir hlustandi hérna. Já, ok, en gaman. Russia is in on it. Já. Síður blóðið í þér þegar þú ert komin að upp. Hvaðan hefur það? Ég svona, mér finnst þetta mjög athyglisvert, sko, en ég er ekki alveg, segðu mér aftur akkur síður blóðið. Nei, sko, það var nú bara svona eitthvað sem ég fullyrti núna, þetta með blóðið. En, sko, þegar þú ert komin upp í 21 kilometers hæð, þá er orðin svo lítill þrýstingur að suðumark á vatni fer niður fyrir 40 gráður. En það er svolítið athyglisvert að þeir segja aldrei hvar suðupunkturinn er, þeir eru að tala um þetta. Þeir vilja helst ekki tala um þetta. Og það er það sem kveikti á hausnum í mér. Að, þú veist, ég hef séð einu sinni rétt aðeins minnst á þetta heitir Armstrong-belti. Ég hef einu sinni séð minnst á þetta í bandarískum þætti, en Rússar tala alveg hiklaust um þetta. Það er svolítið skrítið með Rússa, þeir nálgast geimferðapælingun allt öðruvísi heldur en Vesturveldin. Ég tek í rauninni sko meira mark á þeim, en nota bene, ég vil náttúrulega líka taka fram. Ég og þú deilum ekki sömu heimsmynd þegar kemur að geimnum, eins og þú veist. Nei. Þetta reyndar, þessi pæling þín, reyndar er ég að velta fyrir mér sko hvaða eðlisfræðilegu breytingar eru þarna uppi, sko. Þegar ég ætlum að hugsa um þessa heliumbelgi og rótana og þetta, sko, þá er ég ennþá fastur í, sko, íþernum, sko, í fiskabúrinu mínu sem er íþer, sko. Já. Og það var mjög, þetta er fyrsta skipti sem ég flýg eiginlega frá því ég fór frá Íslandi fyrir 8 árum. Að það var mjög mikil reynsla fyrir mig að fljúga núna, sko, með allar þessar 8 ára pælingar í hausnum, sko. Og sko, skýin eru í cirka 2 kilometra hæð, sko. Efri hlutin á skýjunum er í cirka 4-5. Skýjabeltið eru þá 2-3 kilometrar, sko. Já, Biblían gefur til kynna sér vatn fyrir ofan okkur, ég þekki það ekki alveg. En ég er að velta fyrir mér, sko, hversu miklar, sko, er bara allt önnur eðlisfræði rétt undir þakinu, sko. Það er bara, það er svona. Sko, það sem ég var að tala með suðupunktinn er nefnilega skylt þessari pælingu. Þó ég hafi ekki sagt að það eru morðið. Þegar ég er að benda á þetta, sko, þegar þú hellast upp á Mount Everest, þá talaðum að suðupunkturinn sé eitthvað í kringum 80 gráður.
Já. Bæði af því að andrúmsloftið svo þunnt, segja sumir, en það líka út á loftþrýstingi, breytingu á loftþrýstingi. Alveg svo til dæmis að þú fær háfjallaveiki af því loftþrýstingurinn hefur breyst. En þegar þú ert komin upp í 21 km hæð, sko, hvað eru 30.000 fetin sem farþegavélarnar fara? Það eru hvað, 10.000 fet eru hvað, 3 kilometrar? Nei, jú. 30.000 fet eru 10 km hæð. Og það oft flogið í 30 eða 33.000 fetur af þessu 10 til 11 km hæð. Þannig ertu komin upp í 21 km og ég hegg eftir því að það er ástæða fyrir því að þeir segja 21 km. Er það fút? Já, 1 metr er 3 fet. Þannig að 30.000 fet eru þá 10.000 metrar. 30.000 eru 9,144 km. Sko þegar þeir segja 21 km, það segir hausnum á mér að því ég bá svo mikið í mystíkina og frímúraratölunar. Þegar ég ofta að segja eitthvað frímúraratölunar, þá ég ekki að segja að þetta hafi endilega merkingu, nema bara fyrir þá og þeirra á milli. Meira þá svona kannski svo frekar upprópunarmerki endilega frekar heldur en að talan hafi einhverja merkingu sem slíka. Þegar ég sé fullyrðingu að það sífellt endurtekið 21 km hæð, 21 km hæð, 21 km hæð, þá veit ég að hæðin aukaatriði. Þú veist hvað 33.000 fet eru? Það ljóta að vera 10 km. 10,0584. Það er alveg í 10 km. Hvað gerist þar? Ég veit ekki. En mér var sagt frá því fyrra, en ég hitti við það. Ég man bara ekki hver sagði mér það. Að þegar þú ert komin með farþegaflugvél í þessa hæð, þá ertu komin með fullt af loftkútum í vélina. Loftið sem andar að þér í farþegarýminu kemur úr kútum en ekki úr loftinu. Og ég man bara ekki hver þetta var, en mér var sagt að það væri búið að gera margra áratuga rannsóknir á því hvaða efnablöndur ætti að nota í lofti, meðal annars til dæmis til þess að stýra því að þegar flugvél til þess leggist á og lendir í erfiðleikum og fólk var ekki í panik. Þegar við erum komnir í svona fyrirbæri eins og til dæmis háfjallaveiki í 8 km hæð, eða eins og Kilimanjaro, hvað er það hátt? 5 eða 6 km. Þú fær háfallaveiki þar, þú getur fengið háfallaveiki upp á Hvannadalshnjúk, þú getur fengið aðsvif bara ef þú ferð of hratt niður af svona fjalli, alveg eins og að þú fær loftbólur í blóðið ef að þú ferð of hratt upp úr köfum. Og eins og þú ert að benda á, þú veist hvaða eðlisfræði í gangi þarna uppi, við vitum það ekki og það er svo fáir sem geta flogið þarna upp og látið reyna á það. Og svo ertu allt í einu komin upp í þetta Armstrong-belti þar sem suðupunkturinn er komin niður fyrir 40 ára. Hvaðan hefur það? Úr þessum documentaries high flying. Það var til dæmis bara mjög gott dokumentari á RT fyrir viku síðan MiG-31 orrustuvélina. Þar fóru þeir oft ofan í þetta, þeir voru ofta að minnast á þetta, en ég var búinn að sjá minnst á þetta í öðrum documentaries áður. Þess vegna kveikti á þessu. Það var bara lögður saman punktarnir, sko. Þegar... Continue. Okay. Ef þú ert í cockpitinu á flugvél sem er komin 21 km upp og þú svitnar, þá síður sviti. Og þeir segja sérstaklega munnvatn og tár, þess að vökvi úr augunum á þér, síður leið út komin að þetta hátt. Og þeir segja mörkin eru á milli 21 og 22 km upp. Og þá segja þeir þessu er reddað með flugbúningum sem halda á þér þrýstingi. Það segir við mig, það er verið að ljúga mér. Sko, cockpitið er undir ákveðnum þrýstingi, búningurinn líka, en hvað nær þessi búningur að halda þrýstingi á þér til þess að forðast þennan suðupunkt? Ég veit það ekki. Og þess vegna sagði ég að þetta er svipað því sem ég var að tala um þarna þegar þú segir hvaða eðlisfræði er í gangi þarna.
Við vitum það ekki. Við vitum bara hvað okkur sagt. Við vitum til dæmis að þegar flugmenn á þessum interceptor-flugvélum, eins og til þess að U2 njósnaflugvélina á sínum tíma, að áður þú ferði í flug, þá ferði í læknisskoðun og þú ferði í læknisskoðun innan 20 mínútna frá því að þú lendir. Aftur. Að það einhver óbúslega hárfínt jafnvægi á því hvort hægt sé að halda á þér lífið þarna. Þegar þú ferði í gegnum þetta, bara út af suðupunktum. Með öðrum orðum, við erum að tala það að alþjóðlega geimstöðin sem á að vera held ég 105 km uppi eða eitthvað svoleiðis, hún komin það langt upp að suðupunkturinn kannski 5 gráður. Og þá orðið svo óbúslega fratsælega viðkvæmt ástandið inn í geimstöðinni að þessar myndir sem við erum að sjá að fólki að svífa inni og svona á einhvern hátt sviðsett vegna þess að þessi loftþrýstingselement sem við erum að tala hérna eru svo viðkvæm að ég trúi því ekki að þau geti lifað við þessar aðstæður. Og þá ég komin að þeim punkti sem ég var að benda svolítið á í fyrra og stór punktur varðandi tunglferjuna, tunglflugin. Burtséð frá því hvort það hægt að debunka bíómyndirnar af þessu eða ekki. Þá dugar mér að sko hitinn á tunglinu 150 til 250 gráður í sólarmynd. Og í þessum þunnu búningum, ég trúi því ekki eina sekúndu að þú getur lifað af heilan dag á tunglinu í þessum geimbúningi, í þessum hita. Hvað þá á nóttinni þegar frostið fer mér í 100 til 150 gráður Celsius. Þegar járn verður brothætt. Þú veist, ég bara kaupi það ekki. Þú veist, já, þeir halda sig hita með rafhlöðum, veistu hvað rafhlöð fljóta að tæma sig í svona frosti og veistu hvernig fer með rafhlöðuna í svona hita. Já, hvaðan þung, sko. Veist, þetta dugar mér til að segja að þetta ekki fræðilegu möguleiki. Síðan erum við komin með annað. Við þessar aðstæður, hver suðupunkturinn á blóðinu þínu? Með öðrum orðum, jafnvel þú gætir búið til búning sem heldur á þér 20 gráðu hita á nóttu sem degi á tunglinu. Hver suðupunkturinn? Ef hann 5 gráður eða 10 gráður, þá þú bara soðin kartafla inn í þessum búning. Þetta meikar ekki sens. Og það eins með flugið þessa 4 sólarhringa frá jörðinu til tunglsins. Mér alveg saman öll þessi debunk-vídeó. Ég búin að horfa á svo mörg af þeim og ég hef alltaf setið eftir á þess að það eitthvað þarna sem yfirsést. Núna ég búin að finna út hvað mér yfirsést. Alveg eins og með 911, það ekki hægt að gera flugrán. Geimstöðin, það ekki séns á lífir af henni. Tunglferjan, það ekki séns á lífir af flugjaðanga, það ekki séns á lífir af 1 dag á tunglinu. Þú veist, þetta allt saman lygi. Spurningin þess vegna eins og þú sagðir á hann, hver eðlisfræðin 22 km uppi? Hvernig hægt að sviðsetja geimstöðina 22 km uppi? Og þá ég aftur komin að Peter Madsen í Danmörku. Já. Hvernig fór hæstaréttardómarinn hans fyrir hálfum mánuði? Okkur engar fréttir blásið upp það. Hvernig, hann áfrýjaði ekki, sko. Já, en hvað sagði hæstaréttardómarinn? Þeir eru það fresta hæstaréttardómum að því að dómari fékk aðsvif, en svo glemdi ég að fylgjast með. Það var engu breytt, sko. Nei, ok. Þannig að... En ég með nokkra tölur af Wikipedia, sem að lýgur aldrei. Og þar talað sko á milli 14 og 18, milli 14 og 20 kílómetrar sem að U2 að sveima í. Milli 14 og 18 kílómetrar, milli 14 og 20 kílómetrar. Ok. 33.000 föt voru 10 kílómetrar, sko. Já. Þannig að þeir að fljúga tvöfalt, sko, í 20 kílómetrum. En meikar sens það sem ég að segja? Já. Absolutely, að bara reyna að ná hausnum utan þessi element, sko. Ég mæli með þessi dokumentari á RT. En síðan annað, ég fletti líka upp hérna International Space Station og þar þeir að tala að hann orbiti í 330 og 435 kílómetrum. 330. Kílómetrum? Já. Svo hátt upp, já. 33, ekki satt? Kílómetrar?
hérna stendur 330 kilometrar. Ok. Between 330 kilometrar, 33 og 435. Það sagt 4, 9, 5, 9. Það gæti hægst aðeins á mér, ég er að leita að þessu vídeo, ég ætla að senda þér líki. Og því ég hef hafi gaman að því, sjá það. En það er nefnilega annar punktur með þetta líka, með þetta með þessi MiG-31 veginn. Já. Það er annar punktur með hana líka sem þú er gott á að pæli, af því þú ert að hugsa þetta með strategíuna og komandi stríð og allt það, sko. Ja, ég er ekkert viss að verði meira stríð, sko. Ég held að það væri þá komið. Nei, bara það, ég sagði bara, ég á bara við að þú ert að pæla þessum hlutum, sko, ég pæla ekki svo mikið í þessu. En get ég sendið link hér eða á ég að gera það á Facebookinu? Bara á Facebookinu, skilabóðunum. Já, ég náttúrulega trúiði ekki að þessi Space Station sé svona langt uppi, sko. 330 til 400 og... Nei, mér finnst þessi tala verið rosalega skrítið. Það talaði sko, Rocket Madsen, hann var að reyna að koma geimflugunum sínum upp í 100 km. Vegna svo þú þarft samkvæmt Newtonian Universe, sem að ég nú búin að debugga. Sorry about that. En þú þarft að ná escape velocity, segir Newton, frá þyngdarafli jarðarinnar. Og þú náir því 100 km upp í cirka bátt. Og Rocket Madsen var að díla við það, að ná upp í 100 km. Svo hann gæti komið hlutum á sporbaug. En á einhverjum það ekki. Hann gæti líka verið disinfo leiksýning, sko. Já, ég átti að ná því, sko. Hann komin á sólaströndina. Já. Í Elysium, bara. Ég er ekki takka lengur. Tökum við með gamla hættunum. Já, alltaf í boltanum bara. Já, ég er að henda á Faceið linki í þessa MiG-31 dokumentarið. Það var að taka því. Nú. Svona. Hérna var eitthvað að merkja mig í innlegg. Nó, varstu að fá framlag, frálst framlag? Já, svo var ég að fá reynda framlag núna í beinni, peningaframlag. Takk kærlega fyrir það. Namaste. Þú er svo gaman að svoleiðis. Ég bara þarf svoleiðis. Já, ég er að stríða þér. Það er að koma eitt barn í viðbótnaður. Já. Það var nú, í morgun þá mætti allir upp í hjólarúmið, sko. Það var orðið svolítið grátett, sko. Sem er bara gaman, sko. Þú manst nöfnin á því mörgum. Já, ég er kannski ekki alltaf að segja rétt nafn við rétt barn, sko. Nei, ég meina, þú varst allur. Þetta er þessi pólígamistadinn glemdi. Ég mun ekki nöfnum það mörgum. Amma var svona í restina, það var alveg, já, Pétur, nei, ég meina, Jón, nei, ég meina, koma, öll ætti að nafna serían, sko. Já. Nei, maður er bara að horfa á þessar hluti og maður er að, veist því, svo ég sagði nú við daginn, ég er nú svolítið búin að missa á hann á svo, fólk sér þannig líka. Já. En það er svo sem hafði ég engan áhuga á þessu upphæðum, ég upplifði bara meira sem að, þú veist, manni var skáka út í hotn, maður er þar ennþá og maður svaraði fyrir sig. Svo gerðist bara aðrir hlutir í kjölfarið eins og þessi trúarlegu hlutir og allt það og maður bara ákvað að fylgja því eftir og
eins og ég segja, I decided to wing it. En ég reyndar að upplifa það aðeins öðruvísi. Ég upplifa þannig að það var eiginlega búið að debunka allt, sko. Og það, sko, og þau voru búin að debunka allt og búin að finna templatein sem verður að nota, sko. Þannig að þú svo fljótur að sjá, já, þetta template nummer 3, þetta bara template nummer 6. Og þú ert alveg eldsnöggur að þá eiginlega bara bið eftir nýju verkefni, sko, annarkvort nýjum upplýsingum eða nýjum atburðum sem falla inn í template eða það bara svona smá pása, sko, eða bið eftir næsta skipi, sko, með hlassið, sko, eða með farminn til þess að verka. Mér finnst samt voða gaman, sko, að pæli, þú veist, ég nenni ekkert að fylgjast með Sýrlandsstríðinu. Það er ekkert verið að fjalla svo mikið það. Það reyndar að heyrður í Morris í dag, hann að tala sko að Sádi-Arabía verður tekin út núna. Nei, ég hef ekkert verið að fylgjast með Morris alveg síðustu 3 vikurnar. Það var mjög góð greining hjá hann í morgun. Hann náttúrulega svona snillingur stundum, hann kemur stundum með alveg ótrúlega greiningar. Já, ég eiginlega sammála hann. Það sem verður tekið næst út Sádi-Arabía, sko. Það finnst mér rosalega skrítið, en ok, ég meina, ég búin að sjá menn vera að gefa þetta skinn, en ok. Hann talar það, sko, það verið að vopnavæða Hútíana, held ég að sé. Og þeir eru inn í Jemen, sko, þannig að það kemur, sem sagt, bökkuð árás frá Jemen, sem mun taka Sádi-Arabíu út. Já. Ég var nú reyndar að gefa þetta í skyn í fyrra, en ekki að undirlega í Bandaríkjunum. Þetta er bara Ísrael sem eða Síónistan sem að stýra þarna, sko. Ég tók fram í vor eða sumar, þá benti ég á að Jemenstríðið væri svolítið misskilið. En ég myndist bara á þetta einu sinni, fór aðeins svona í þetta, að Jemen, það sem menn verða átt að sjá, er að Jemen næstu því jafn fjölmenntu Sádi-Arabíu. Já. En það er raun verið að taka út Sádi-Arabíu undir merkjum Jemen, sko, sem að voru þá fórnarlambið, skilurðu. Já, ég skil það. Þetta verður málalegar bara, veist. Ég skil það, ég bara er að segja, ég var með mína eigin greiningu á þessu voru. En ég hef ekkert verið að fylgjast með þessu síðan. Sko, Sheikh Imran er búin að minnast ofta á the fire out of Yemen. Já, einmitt. Og það þýðir að það fullt af múslimum sem ekkert endilega sammála honum og hans eskatológíu. Og fullt af múslimum sem eru mjög pældir varðandi hvað merkir the fire out of Yemen. Og ég hef með mín eigin greining á því og ég hef reyndar sagt Sheikh Imran frá henni. Og það er greining sem ég hef komið fram með 2 og 3 svar, sem reyndar tengist Jemenstríðin í dag ekki neitt. Hún tengist því að í Jemen var allt önnur gyðingamenning og átti allt öðruvísi rætur og allt öðruvísi hugsunarhátt og að Ísrael er kerfisbundið búið að vera að reyna að þurrka út jemensku gyðingana. Að síónistar og eitthvað nátt eru skítrættir við jemenska gyðinga, eru skítrættir við eins við Ben Ísrael frá Eþíópíu. Og Ben Ísrael og jemeniskir gyðingar, þetta eru systurþjóðir, það er svo mikil hefur verið svo mikil samgangur á milli þessara tveggja þjóða í gegnum alþjóðina. Að þetta fólk er miklu nær hebræðismannum heldur en hinn venjulegi gyðingur. Og til dæmis árið 1910, á milli 1890 og 1910 þegar að síónistar voru að búa til nútíma hebresku. Hebreska hafði ekki verið töluð í margar aldir. Og þetta var ekki alveg að klára fyrir en í rauninni kringum síðari heimsstyrjöldina. Þetta var búið að taka nokkur áratugi að búa til það sem að Ítalir kalla Latina vulgaris eða eitthvað hlutis. Ítalska er Latina vulgaris sem að Dante skrifaði. Dante er í rauninni höfundurinn í ítalsku.
hann var svo fyrsti til að skrifa hina töluðu ítölsku sem hljómar allt öðruvísi latneska og bjó til rita margfélag. Þetta var svona svipupæling, sko. Að það er ekki margir síonistar í dag, það er ekki mikið af Ísraelsmönnum sem átta sig á því að þessi hebreska sem þeir tala búin til í akademíunni. Þetta akademísk þjóðfélagsverkfræði. En þetta vita Jemenar alveg upp á síðan 10, því að árið 1910, 1950, þá voru Jemenar ennþá að tala, þeir voru þeir einu sem ennþá kunna að tala hebresku, gömlu hebresku. Og höfðu notað hana sem aukatungumál lengi og þetta fólk, og það til hans mjög áhugavert til hans með Bombay-gyðingana. Ísrael lagði rosalega mikla fjárfestingar í að lokka Bombay-gyðinga, indverska gyðinga frá Bombay til Ísrael. Helmingurinn af þeim flutti svo aftur heim til Bombay, þeir föttuðu hvers konar legar og drulla þetta var. En Bombay, Jemen, þú dagleið að sigla frá Bombay til Jemen, og hálftíma yfir til Eþíópíu, sko, á góðum bát. Bombay búin að vera í tengslu, þessir 3 gyðingahópar eiga sín eigin menningarheim og sína eigin greiningar og þeir voru fljótir að sjá í gegnum askina sín lega þvæluna sem í gangi í Ísrael. Þannig að þarna tengist því það, sko, þegar Múhameð að spá til the fire out of Yemen á dögum Múhameðs í kringum 610, 20, 30, þá var jemenskir gyðingar aðal kultúrinn í Jemen. Þú veist, alveg eins og það á dögum Jesú, þá var helmingurinn í Egyptalandi voru gyðingar, sko, og hebrear og víxl. Og þetta veit náttúrulega ekkert propagandaheimurinn í dag. Að the fire out of Yemen sko, eldur táknar, sko, þegar hugmyndir hrynja, þegar verður algjör umbylting á hugmyndafræði og hugsunum og consciousness og allir því dæmi. Og algjör umbylting. Og hann þarna að segja það, þú veist, að menningarheimurinn, að hrein hugsandi gyðingar munu sko gera eitthvað stórt. Það eru alveg eins og ultra-orthodox gyðingarnir eru búin að vera að fara hamförum núna í áratug gegn Ísrael og gegn síonismannum og þeim að ganga glettilega vel og þeir ítrekka benda á við erum með 30 alda reynslu, síonistar fæddust í gær. Þeir að segja við munum sigra þetta, við höfum alltaf sigra þetta. Og því þeir líka segja þetta er svona kannski flókið, en svo fór ég að skoða Jemen út frá því að sko vahabismin, þessi lútersku múslimar, þeir tólka the fire out of Yemen sem alveg eins og sko, þú veist, svo margir svona born again Christians og evangelist Christians trú á, já, the fire and brimstone in the Bible þýðir death and destruction. Þetta eru metafóra, symbolismi fyrir hugsun, fyrir andan. Að þeir, já, heyrðu, við verðum bara að rústa Jemen áður en svo Jemen rúst ekki okkur, sko. En það snýst í höndunum á þeim. Það var greiningin sem ég var að benda á í fyrra, í vor. Þegar þú horfir á Sádi, 30 milljónir, og horfir á Jemen, 20 milljónir, Sádi lifir í vellistingum og eiga bensálíf og olíuauði, Jemen lifir ekki á neinu, en sko múslimar í Jemen í dag voru gyðingar fyrir 500 árum og býra miklu eldri hugsanahefð og greiningahefð, vita hvað þeir eru, hvað þeir standa fyrir. Það er í Jemen sem sterkasti múslimaheimurinn sem segir sunni og shia eru skurðgoðadýrkendur. Þú finnur þá bara í Líbíu og Jemen. Ég veit ekki okkur þeir eru líka í Líbíu. En þarna sjáum við hugsun sem vahabistar, ekki bara í Sádi heldur, þú veist, síonskir múslimar, eru skíthræddir við. Svo þeir fara hérna í stríð og reyna bara að eyðileggja þetta, ala Ísrael-stæl, en það eina sem Jemenar þurfa núna eru vopn. Það verður að senda þau til þeirra, sko. Já. En þú komst með alveg snill. Maður bara bæta við einu. Þess vegna var ég að segja þannig að ég trúi því ekki endilega að Bandaríkjamenn sé að því.
ég held að miklu meira trampolíni og Bandaríkjamenn sé að hræra upp í Sátíum út af því sem ég hef talað síðan 2014 með þessari vaxandi sturlun. Það að reasonable, þú veist, rökhyggja að hverfa. Þú þarft að átta á því að sko Las Vegas atburðurinn, Já. það var assassination tilraun Sáta gegn Trump sko. Svo er sagt. En þú komst með rosalega góða greiningu sem að ég er svolítið malla í hausnum á mig núna þegar þú varst að segja sko að síónistar eru í raun hópur af fólki sem að gyðingar bara vísað á dyr sko. Af því að þeir voru bara komnir út í eitthvað rugl sko. 75% af gyðingum vilja ekkert hafa að gera með síónistum. Nei. Og ég held að þetta sé svo mikill lykill hjá þér sko. Þarna er einmitt einn af þínum gullmólum sko. Að þetta held ég sé alveg spot on sko. Og það sem var að gerast í heimsstyrjöldunum sko. En þeir nota alltaf gyðingarna sem cover sko. Síónistarnir segjast ennþá vera gyðingar, en gyðingar eru búin að hafna þeim sko. Og síónistar eru búin að stela öllum stríðskaðabótum frá Þjóðverjum. Já. Og hvað er það sem að gyðingurinn byrjar á að fara í? Já, hvað er það? Það er alltaf að tala um það að þeir eru með peningavélina á hreinu. Þeir fundu upp alabasturinn, abaskusinn. Já. Nei, þetta var djók hjá mér sko, en Norman Finkelstein. Það er ekki margir sem fylgjast með Norman Finkelstein. Norman Finkelstein er svolítið áhugaverður. Þetta er gaur sem heldur því fram að foreldrar hans hafi lifað í gettóinu í Varsjá. Hann reyndar lýgur því og það er mjög oft að sýna fram á hann. Vegna þess að svo bætir hann við og segir Bandaríkjamenn frelsöðu þá, sem hann gengur ekki. Hann talar líka að the ghetto uprising sem genocide, sem stenst heldur ekki. Vegna þess að Þjóðverjar fóru hús úr húsi í getto uppreisninni í Varsjá. Hvað var það, 43 frekar en 44? Man ekki hvort árið það var. Þjóðverjar pössuðu sig að fara hús úr húsi, herbergi úr herbergi, til þess að forðast það að óbreyttir borgarar meðal gyðinga yrðu fyrir tjóni. Vegna þess að það voru síónskir kommunistar búin að hreiðra sig í gettóinu sem voru að búa til þessu svokölluðu uppreisn. Og Þjóðverjar tóku 2 mánuði í það að fara hús úr húsi bara til að ná síónastunum út. Og það voru jafnvel, sko, þú fórst fyrir herrétt sem hermaður ef að þú drafst óbreyttan borgara sem var gyðingur. Þér er aldrei sagt frá þessu. En Norman Finkelstein, hann er marxisti, hann er kommunisti, hann er ekki gyðingur. En hann talar þessi gyðing því að eins og svo margir marxistar og sósíalistar, þá trúir hann því að gyðingur sé ætterni. Þannig að ef að langa við þinn var kaþólskur, þá ert þú kaþólskur. En Norman Finkelstein er svolítið klár kallsamt, sko, því að hann skrifaði bók the Holocaust. Hvað var það? Ég man ekki alveg, Holocaust eitthvað. Það sem hann fór hún í sauman á því hvernig Ísrael var búið að stela öllum stríðskaðabætum Þjóðverja í nafni gyðinga án þess að eiga rétt á því. Og þetta gerði allt vitlaust í gyðingasamfélaginu í Bandaríkjunum. Því að Norman Finkelstein er ekki síónisti. Hann trúir ekki á síónistaríkið Ísrael. En hann segir eins og að Ísrael verður að fá að vera í friði vegna þess að hann trúir á alþjóðalög sko UNESCO og Sameinuðu þjóðanna. Þannig að hann er með mjög skemmtilegt innlegg þannig sko. Þannig að hann er eins og svo margir, þú veist, svo er eitt sem er svolítið skrýtin í gyðinga sem fólk á Íslandi veit ekkert. Af því eins og þú veist þá er ég búin að fylgjast mikið með gyðingum síðust árið. Við verðum átt okkur á því að gyðingar hafa eftirfarandi málsvart. Þar sem 2 gyðingar eru samankomnir, eru 3 heimsýnir samankomnar.
Þannig að þegar þú hlustar á færa menn eins og Norman Finkelstein, hann mjög fær orðhákur, þó hann segi eitt og annað, þá veist ekkert hvað hann að hugsa á bakvið, því að það mjög líklegt að hann sé komin 2 skref á undan þér. Þetta þjóð eða trúarhópur eða, þú veist, ef við horfum á gettóið, sko, að gettógyðingar í gegnum aldirnar hafa mannræktað hugsun. Þeir splæs, eins og hann hefur bent svo oft á hann Gila Datsmón, ef að sonurinn í einni fjölskyldu var fær í fjárfestingum og dóttirinn í næstu fjölskyldu var fær guðfræðingur, þá voru þau látin giftast. Eða öfugt. Ef hún var fær í viðskiptum og hann var fær guðfræðingur, þá voru þau látin giftast. Þeir mannræktuðu gáfur. Annars vegar í metafísík og hins vegar í fjárfestingum og viðskiptum. Þetta fólk sem búið að vera að rækta þessa hæfileika í 30 aldir og fólk og við góim höldum að við getum farið að tefla við þau. Maður þarf að vera meðvitaður disadvantage hér. Og það það eitt af því sem gerir þetta svo skemmtilegt að ég búin að greina minnst 8 mismunandi sko, heimsmyndir innan heimsgyðingsins sem eru 20 milljónir. Og síónistar eru bara lítið brot. Svo ég ætlaði ekki að fara að halda fyrir lestur. Nei, góð. Þannig þetta það sem ég svo skemmtilegt er. Þegar ég var að tala áðan að því varst að tala þetta með pásuna og fleira. Mér finnst, sko pásan hjá mér í rauninni aldrei. Þú veist, pásan varandi greiningu á stríði í Sýrlandi eða hvað að gerast með Íran, það skiptir mig sáralitlu máli. Þá fer ég bara í heimspekina þar á milli eða guðfræðina eða eitthvað slíkt, sko. Og mér finnst það miklu skemmtilegra. Mér finnst miklu meira gaman en að fara í mystíkina. Og eins og þetta, þegar maður kemur upp með þessi greiningu núna, heyrðu, að taka út human being er það sama að á kærleiksríkan-hátt lina þjáningar dýrs sem lifir í kvöð. Þetta mun ég aldrei samþykkja, sko. Ég veit það. En ég er á því að En má ég segja þess að þig? Já. Þú varst fyrstur með þessa greiningu, þú varst á undan mér með hana. Þú varst að tala þetta fyrir 3 árum. Þú bara mannst það ekki lengur. Með dýrið, aftökurnar á dýrinu. Já. Leið og helítan getur skilgreint þig sem monster. Já, og þú er búin að afsala valdið yfir sjálfum þér til elitunar og ert búin að skilgreina sjálfan þig sem monster. Þetta er nákvæmlega sama pæling, bara í öðrum umbúðum. Já, en það hins vegar bætir ekki, sko þótt ég hafi kannski skýrgreint þetta eða lagt þetta fram, þá er það ekki hins vegar endilega skoðun á því hvað er rétt og rangt, sko. Ekki endilega skoðun á því hvað er rétt, maður. Nei. Þetta er bara framlag á ákveðinni rökhyggju vegna þess að sko það sem ég líka að búa til þessum að þetta var náttúrulega flókið máli, ég er náttúrulega eins og ég geri í heimspekinni, ég er að greina ákveði plattform. Það sem ég vil líka segja var kannski svona rauði þráðurinn. Ég er búin að greina 80% talar fólk, 20% með hvað annað. Af þessum 20% er 80% sem talar viðburði og tengingar og heimsmyndir og svona. Og þá eru 20% eftir sem eru 4 sem tala hugmyndir. Og ég er að greina að þessi 96% eru human beings. Þau eru monster. og síðan bæti ég við, þau eru sjálfviljug búin að gera sig af húsþræl og akurþræl, sjálfviljug. Þau skrifuðu undir lánasamning, þau skrifuðu undir ráðningarsamning og þau réttlæta chemtrails, þau réttlæta climate change eða loftslagsbreytingar, þau réttlæta að NATO megi vera til, þau réttlæta að Atlantic Council sé ekki að saman NATO, þau réttlæta að þau séu monster. Ég er ekki alveg sammálaður af því að sko lítill ungi sem fæðist á fuglabúi, sko.
að hann þá monster í huga væntanlega Lundan, sko. Já, við verðum náttúrulega átt okkur á því að það gerist tímapunktur sem hættir að gerast barn og tekur ákvörðun. En hér kemur nefnilega tvist. Þess vegna ég að tala um þetta núna því ég búin að vera að greina hvað fyrirbærið James Bond. Hvað fyrirbærið sem symbolismi og akkur hann svona vinsæll, akkur hann svona mikið markasettur, hvað táknar hann? Og þegar ég fór að greina hann betur, þá sá ég James Bond Ödipus í praxís og allir sem horfa á James Bond að reyna að tileinka sér að verða eins og James Bond eða konan sem James Bond sefur hjá eða eitthvað slíkt. Og þarna ég komin með tilbeiðsluna á monsterinu, hinn almenni maður sem velur það að verða eins og James Bond, að verða Ödipus. Því Ödipus blindaði sjálfan sig. Já, þarna held ég að hafa hitt á aðra gullæð, sko, að sko Ödipus drap pappa sinn, ekki satt? Jú, James Bond drepur alla í kringum sig sem eru veitunum mótstöðu. Já, en sko, þarna held ég að þú sett búin að detta eða grafa þig niður á, hvernig sem það gerðist nú, að grafa þig niður á gullæð sem að við munum sannlega báðir, ég mun expandar á líka þeim, sko. Endilega. Að þetta í raun grunnurinn af þeirri þjóðfélagsverkfræði sem núna í gangi. Akkurat. Sem að Octopus, sko. Og þetta kemur frá Freud, sem frímúrari. Þetta alveg brilliant pæling og sérðu okkur ég fer á þetta flug, sko, með þetta. Ég niðurhalaði bara nokkrum James Bond myndum og gúlpaði þeim í mig. Ég hataði nánast hverja mínútu af því. Mér finnst það svo leiðilegur. En ég ákvað að láta mig hafa þetta. Ég vil skilja þetta fenómen. Ég held þessi komin með það. Þú sérð að þetta náttúrulega spilað inn á í feminismanum, sko. Og í þessu kallhatri sem sko. Og þarna verið að virkja, hvað það? Hvernig segir það? Ödipus, það verið að virkja James Bondin í þér. Já, Ödipusinn. Ég myndi að halda mig bara við Ödipus. Já. Allir þekkja það, sko. Og það svona ákveðin, einmitt lykill þarna líka, og þú sagðir reynda rétt á hann, það að verða fullorðinn, sko. Að, sko, barnið ástfangið af móður sinni, sko. Og reynda föður sinni líka, en svona drengurinn ástfanginn af móður sinni, sko. Þannig að þessna var allir fundið upp þetta tafinstokkaldi að fundið upp úlinginn, sko. Að það verður að reyna að halda, og þeir eru komnir með, sko, að fólk börn fram á dauðadag, sko. Já. Og með þú ert með börn, þá eru þau föst í þessu Ödipus fangilsi, sko. Og vilja drepa pappan, sko. Og giftast mömmu sinni, sko. Og þannig að þetta var mikil opinberun þegar þú komst fram með þetta, sko. En þú mátt ekki vera með þessi vídeó private, því að ég binge-watcha á sjónvarpið orðið. Þá legg ég mig bara í sófann og svo bara keyri ég, sko. Allt of flókið líf að vera að fara í Facebook og eitthvað, það bara, nei. Þú bara að biðja Bjarna að senda þig linkinn þegar hann búinn að horfa á það. Ja, það ekkert svoleiðis í sjónvarpinu. Það bara Netflix og YouTube, sko. Ég get að tengja bara YouTube-ið, sko. Okay. Nei, ekkert svona vesen, maður. Það skiptir ekki máli, þetta allt sem að blokkera hvað sem það sér þetta enginn nema að grúpa þeim, sko. NATO sér að það sér þetta enginn annar, sko. Já, en þá þarf ég að taka tilbaka yfirlýsinguna mína ég ætla að gera þetta. Og hvað ég búinn að þurfa að taka tilbaka margar yfirlýsingar? Hvað ertu búinn að branna margar brýr? Það tekur enginn alveg lengur þú ert að brenna einhverja brýr, sko. Það alveg andar rólega yfir því, sko. Okay. Já, ég alveg ósagt það að hafa þetta allt saman public. Já. Mér fannst ég bara vera svo sniður með þessu hugmynd. Já, ég fæ oft fullt af hugmyndum sem að svo skipti ég skoðun, sko. En ég ætla reyndar ekkert að skipta skoðun með Víkingaflokkinn, ég ætla að halda áfram með hann. Það búin að skrá sig nokkru tugir, sko.
Nú, Já, já. Og það ekki, reyndar ríkisskattstjóri hefur hafnað skráningu á honum, sko. Og reyndar var fyrsta bréfið bara alveg bara, nei, svo sendi ég svar, sko. Þá var að spurja svona nú, hvernig þetta hjá musterisreglunni, sko, hvernig hamla þeir aðild og hvernig voru að spurja svona tæknilega meira. Og þá kom nú annað póstu tilbaka sem var miklu svona mildari, sko. Þannig ég svona melta næsta svar, sko. Það sem að ég mun halda því fram að þetta náttúrulega þýðir það að það ekkert stjórnmálafrelsi á Íslandi ef að valdstjórnin alltaf að halda botnlókuna í stjórnmálaflokknum, sko. Ég get bara sett minn stjórnmálaflokk upp alveg nákvæmlega eins og mér sýnist og ef að fólki líst ekki á það, þá bara eru þeir ekkert með. Og þá bara skipið sjálf sokkið, væntanlega. Já, það það. Og eftirtektarvert að á þessum frímúrara síðum sem ég fór inn á, þar þeir birta ekkert opinberlega reglu, samþykktir eða lög eða neitt slíkt, sko. Ég allavega byrjaði strax frá fyrsta degi að það allt saman opinbert. Ég ekki að koma aftan að einu með neitt, sko. Og það bara skrifa gott svarbréf, sko. Svo þegar þú ert búin að fá næstu höfnun, þá getur þú kært til innanríkisráðuneytisins. Já, hún reyndar var búin að upplýsa mig um það frá upphafi, sko. Svo þegar innanríkisráðuneytið er búin að hafna þér, þá getur þú skrifað bréf til umboðsmanns Alþingis. Ég nefnilega því ég með eitt svona félag sem búið að lenda á nokkrum svona hindrunum. Nokkrum, það bara einlægur brotavilji valdstjórnarinnar. Þeir ætla ekki samþykkja, þetta svona lítið sætt áhugamannafélagum menningamál. Já, og allt eftir lögum, sko, allt sem var lögum. Og svo þegar umboðsmaður Alþingis búinn að bregðast þér, því hann mun gera það. Ég var búinn að skrifast á við hann, en hann spennti mér á þetta. Þú byrjar innanríkisráðuneytinu síðan með mér, en þeir voru ekki að segja þér síðan endar í lögfræðingi og héraðsdómi. Vegna þess að það eitt sem alveg á hreinu, eitt sem þú getur fátt alveg á hreinu þegar þeir skrifa þér tilbaka, og það það fyrsta svo þú gáður að áður þú lest innihaldið. Samkvæmt hvaða lögum svarið. Ef þeir taki ekki fram lög í svarinu, þá ertu með þá í skotspennu. Þú þarft ekki að segja þeim það hins vegar. Þú geymir það þangað til þú ferð í héraðsdóm eða í innanríkisráðuneytið. Þú veist að leið og stjórnvaldsmaður skrifar þér bréf á þess að vitna í lög, þá er hann að brjóta lög. Hérna segir reyndar, sko, engin heildarlöggjöf til varða málefni almennra félaga. Það engin lög það hvernig það á að vera, en það verið að undirbúa að skrifa þau. Og meðan þeir eru með þennan undirbúning í gangi, farið inn á almannaheill.is. Stjórnvaldselítan bjó til lítið áhugamannafélag sem heitir Almannaheill og engin félagsskapur kemst inn í það félag nema að borga nokkur 100.000. Og það félag hefur mann í nefndinni sem að semja lög almannafélag. Það verið að fara aftan af fólki til þess að brjóta lýðræðishefðina og almennan félagarétt. Það verið að taka þetta alveg í steik. Og ég lenti í þessu sérst í fyrra, en síðan af því að út af persónulegum ástæðum þá hef ég ekki fylgt þessu eftir. En það bara geymt. Skjalið fyrnist ekki. Að ég búin að tala við lögfræðing og ég búin að vinna heimavinnuna vel eins og það heyrir. Já, fyrir mér sko stjórnmálaflokkur allt annað heldur en áhugamannafélag, sko. Ég veit það, en þetta samt tengt. Þetta byggt á sambærilegum lögum. Já, sko, í raun mér alveg sama það, af því að sko, ég ekki að sækja það að vera skrifstofustjóri í einhverju embættiskerfi. Ég að sækja að vera fulltrúi íslenskra víkinga, sko. Þannig að ég ekkert að sækja vinnu hjá þeim, sko. Nei, ég bara segja þú veist hvernig þetta virkar. Ég veit. En ég bara segja, sko, áhugamannafélag náttúrulega áhugamannafélag, skilur. Það kannski svolítið annað, en ég semst að sækja umboð til að gera ákveðna hluti, en ég ekki að sækja það til hjá valdstjórninni, sko. Ég veit það. En ég ekki neinu umsóknarferli hjá þeim, má ég gera þetta, gera hitt. Ég einfaldlega að tilkynna þeim að ég vil fá kennitölu til þess að geta opna bankareikning, sko. Ég skrifaði í einu svarbréfinu, það sem við erum að gera í félaginu kemur ykkur ekki við. Það þetta sjálf svarið sem ég fekk þá. Það bara þannig.
þeim kemur lög félagsins, kemur þeim ekkert við. Það að segja það. Þeir vita það náttúrulega ekki að ég bara hrekja, mér svo skít saman. Sko, ég þarf ekki lög lýðveldisins. Nei. Ég lifi eftir lögum þjóðveldisins. En málið það er þetta ég passa hins vegar að brjóta ekki lög lýðveldisins. Ég þjóðveldismaður fyrst. Og ég að fara á þingi næstu viku þar sem verið að ræða ýmis lög í þjóðveldinu. Já. En málið að það svolítið áhuga á þessu. Ég tek eftir að það margir sem hafa áhuga á þessum ferli hjá Víkingaflokknum. Og sko málið það að ef að valdstjórnin neitar að gefa flokknum kennitölu, þá muni gefa honum kennitölu sjálfur. Og við það situr, sko. Það málið. Ég þarf ekki viðurkenningu lýðveldismanna á þjóðveldinu. Og líka bara svona til þess að strá salt í engin sár, sko, að skrá hann á Panama. Þjóðveldið getur nú þegar dæmt hvern einasta þátttökumann í NATO til útlegðar, til dæmis, ef það væri kært. Já. Eini munurinn á lýðveldinu og þjóðveldinu er mannfjöldin fórum megin og 96% þeirra sem í lýðveldinu viti ekki að þeir eru í lýðveldinu. Það bara 14.000 Íslendingar sem hafa getuna til að velta fyrir sér hvað í gangi. Já. Ég reyndar þessi tölfræði sem þú varst með, 80% Golem og 16%. Ég ekki að nota það þannig. Þetta mín útgáfa sko. 80% Golem, 16% Ghoul og 3% Gargoyles. En þá vantar 1%. Það ósýnilegt. Þú getur ekki skýrgreint eitthvað sem þú sérð ekki, eða veist ekki hvað er. Þú varst bara við hvað, 80%, 15% og 3%? Nei. 80, 16, 3. Já. Það er 99%. Já. Ég stend við það. Já, ég að fá það fram. Þú getur ekki skýrgreint það sem þú veist ekki hvað er. Já, það er the human. Já. Nei, þetta er... Þetta er, Axel, sko, nú notum við orðið mikið þetta að ég náttúrulega segja á ensku og ég fann að herma eftir þér að, ég kom fram með þessu hugtök en ég var alltaf að streitast við á íslensku að tala uppskipting og uppvakning. En nú ég hættur að nota þeir, sko, íslenskuna. Þannig ég fann að herma eftir þér, þú notar bara enskuna. Ég nota bara það sem að mér henta best, það skiptir engum máli hvaðan kemur. Já, en þú veist, bara gaman að þessu. Vegna þess að hér erum við erum búin að koma með ýmislegt, eins og, þú veist, þessi hugtök eru komin til að vera. Já. Og gargoylið er ein af þeim æðum sem að ég eiginlega ánægður með að fundum. Það var að náða skilgreina gargoylið. Að vita hvað það er, að vera með hugtak yfir og vera búin að greina það. Við erum algjörlega sér á parti með þær greiningar sem í gangi. Fyrir mig sjálfan, persónulega, eftir ég fattaði sáttmálanum Guðsíki, ég endalaust að bergja af þeim brunni. Já, þetta var mikil opinberun hjá þér líka með sko að boðorðin 10 eru blekking, en þetta er hins vegar samningur. Það er láta það fá link hérna á viðtal. Setur það bara á Facebook? Nei, þetta var eitthvað rosalega langt. Það koma kannski einhverju furðulegi linkar hérna. Þú setur það bara á Facebook. En það sem ég að segja, sko, það sem að við stöndum af, Axel, sérstaklega miðað við það sem í gangi þegar menn að fylgjast með þessum greiningum sem komið utan á heimi, að við höfum svolítið spilað á Frankfurt-skóla. Við höfum tekið tungumálið til okkar aftur. Já. Og það er lykilatriði.
Og ég hef búið til alveg fullt af orðum eins og psyop og hópismi en bara enginn að taka upp. Jú, ég heyri stundum fólk tala það. Ég ekki að nota þessu orð, því ég nota mín eigin. Ég hef skapað mitt eigin tungumál. Já, mynd. Mér finnst ekki skiptandilega máli hvort ég segi samlögunarismi og þú segir hópismi. Við erum að tala sama fyrirbæri. Við erum bara að nota sitt hvort tungumáli með íslenskum orðum. Saman hlutin. Þetta nú eitt af því sem við verðum að greina. Hugtakið þegar það skýrt, þá skiptir einhver máli hvort þú kallar það uppskapning eða gargoyle. Nei. Ef þú veist nákvæmlega að orðið stendur fyrir þetta hugtak, sérð hugtakið skýrt fyrir þá ertu komin í frelsið. Frelsið þess að hafa tekið tungumáli til þín aftur. Og rótin að þessu öllu skýrgreiningin á monstri í Black Bible. Nei. Black Law Dictionary. Þannig fekk ég hugtakið monster, sko. Já, þetta spot on. Og nú ég komin með mína eigin greining á því og mér finnst til dæmis, að því ég byrjaði á því að vera að tala við gargoyle. Ég var að eyða alveg 2, 3, 4 árum í að tala bara við gargoyle, Já, en nú ég bara að tala við þessi 4% sem ég greini. Þessi 3%? Nei, þú með þína greiningu. Ég með mína. Ég bara að tala við þessi 4% sem eru færi að skilja hvað að segja. Já. Og ég ætla að deila þessu viðtali núna á Facebooki vegna mínum bara núna líka. Viðtali við síðasti þátturinn í þessum morgunvaktin. Þetta síðasta viðtali sem við eitthvað Guðmund sem söguprófessor í háskólanum. Og þar hann eiginlega staðfesta það sem ég var að segja að háskólamafían á Íslandi hluti af danska valdakerfinu á Íslandi. Já, það var búið að benda mér á þetta daginn. Nei, þú varst að tala með þetta daginn. Já. Var ekki hún Alda einhvern okkur sem þetta var þetta? Jú, Alda bendi mér á þetta. Ég var búin að ná í linkinn en svo hafði ég ekki tíma til að hlusta á þetta. Nei, þetta alveg lykilatriði. Og svo var ég að velta fyrir mér ég var einhvern Harmageddon var ég að segja, ég meina kórunn á þinghúsinu, þá voru þeir eitthvað svona bara, þetta bara eitthvað tákrænt og bla 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 bla, og það sem gerist í til dæmis bara kirkju, nú verður það svolítið að gerast að múslimar að yfirtaka kristnar kirkjur, kaupa þær bara og breyta þeim í moskur, og það fyrsta sem þeir gera að taka niður krossin og setja sitt fínri í, Já, þú svaraði þessu í Harmageddon, ég man alveg til því. Þú sagðir, hvað það fyrsta sem menn gerir í byltingum, þeir skipta fánan. Já, einmitt. Og þetta alveg rétt, það fullt af fólki, ég var alveg heyrt fólk tala um þetta, ég skrifaði með endurins þjóðveldi 2013. Já. Og eins með þetta með háskólasamfélagi, þegar ég var að byrja að tala hvítbláan á sínum tíma sem þjóðfána þjóðveldis, þá fór ég ofan í þetta með hvaðan komu fræðin fyrir lýðveldið og þjóðfána lýðveldis og það allt. Þannig að það sem ég að heyra í þessu viðtali eitthvað sem ég alveg búin að fara í gegnum áður, en það gaman að heyra þetta staðfest frá þeim sjálfum. Þá þarf maður ekki lengur að segja I told you so, he also told you so. Því, ég byrjaði þjóðveldisbaráttunum því að skrifa manifesto. Ég áttaði mig á því, þú ferð ekki í þá vegferð að búa til nýja heimsmynd eða nýja sýn öðruvísi en skrifa manifesto fyrir það. Ég byrjaði á heimavinnunni. Og það það sem gargólin gleyma alltaf. Þau gleyma bara í heimavinnunni. Þau skilja ekki hvað í heimavinnunni. Þegar þú ferð í heimavinnunni, það skiptir mig engu máli hvort lýðveldi samþykkir þetta almanna áhugafélagið ekki eða einhverja kennatölu ekki, það skiptir einhver máli
Ég veit að þjóðveldið mun sigra. Og ég veit að vegna ég þekki söguna, ég þekki ræturnar, ég þekki mystíkina, ég þekki heimavinnuna og mér alveg sama einhverja fjöldakosningu á morgun eða hvað margir mæta á einhvern fund í næstu viku, skiptir mig djagsett máli. Já, hvenær var þjóðveldið fyrst, hvenær byrjaði þjóðveldið? Fyrra en eldra. Eldra? 930, svo vita sér. Já, byrjuðu og normenn taka yfir 1260 og eitthvað ekki? Nei. Já. Hvað sér það? Gamli sáttmáli var undirritaður 1264. Normenn tóku aldrei þjóðveldið yfir. Jú, 1264, þetta Sturlungaöldina. Nei. Þetta þinn fyrsti misskilningur íslenska þjóðar. Okay. Gamli sáttmáli var milliríkjasamningur. Tveggja sjálfstæðra ríkja. Þjóðveldið samþykkti að Noregskonungur yrði þjóðhöfðingi íslenska þjóðveldisins. Punktur. Norska ríkisþingið hélt áfram að vera norska ríkið, Ísland hélt áfram að vera sjálfstætt og fullvalda ríki í milliríkjasamningi þar sem 2 ríki deildu saman þjóðhöfðingja. Þetta það sem gamli sáttmáli var. Þetta stærsti fyrsta stóra fallansían hjá fólki að skilja þetta ekki. Næsta sem gerist, og ég bara glemdi því miður að halda til haga upplýsingunum hvar ég diktaði þetta upp. Þetta var, því ég tók svo marga bækur á bókasafninu á sínum tíma. Á árunum 1305 til 1315 reyndi Noregskonungur að skipta út goðum á Íslandi fyrir norska jarla og þá sniðgengu íslenskir þingmenn, bæði héraðsþingin og síðar alþingi. Beittu þar með borgarlegum óþróa og það þvingaði Noregskonung til þess að fara eftir gamla sáttmála, eftir samningu. Síðan smátt og smátt fjarar þetta út. Þú sér það, ég man ekki hvort það var í lok 14. aldar sem að Danir verða þjóðhöfðingjar Noregs í gegnum mægðir. Að það var út af einhverjum mægðum og milli konungsfjölskyldnanna í Danmörku og Noregi að þá var allt í einu komin sameiginlegur ríkiserfingi og þá urðu Noregs, var komin sama konungsfjölskylda yfir Danmörku og Noregi og þá fylgdi Ísland með í þeim skilningi að það væri hérað í norskt hérað, en íslenskir þingmenn héldu áfram þeirri baráttu að þetta væri áfram fullvalda ríki. En það svona fer eftir því hvaða Íslandssögu þú lest, hvernig menn túlka þessa baráttu, vegna þess að í gegnum aldirnar þá, Danir byrjuðu ekkert á því að taka Bessastaði. Danir byrjuðu á því að tryggja Vestmannaeyjar. Þar var besta höfnin og þar höfðu þeir kaupstað og þar höfðu þeir tengipunktin með Noreg og Danmörku. Þar höfðu þeir skjalavaldsaðsetrið í margar aldir og alveg fram til 14, 15, 1600 og alveg fram að Tyrkjaráni. Nefnilega Tyrkjaráni er nefnilega svolítið merkilegt í þessu samhengi. Ég sagði nú einhverjum stað í einu vídeó að Tyrkjaránið hefði ekki farið á Austfirðina en þar fór ég rangt með. Þetta ég takið það fram ef einhver kannast við hluti sem ég hef talað að Tyrkjaránið fer á Austfirði, fer síðan til Vestmannaeyja og fer síðan til Grindavíkur og þar voru þeir flæmdir úr landi. Var ekki Tyrkjaránið hóks? Þú veist, ég bara fara ekki söguna. Ég veit ekkert hvort hún er rétt. En það sem er áhugavert í þessu samhengi, það sem okkur var aldrei sagt í Íslandssögu skóla, þegar Tyrkjaránið stoppar í Vestmannaeyjum, þá eru þeir að taka danska bjórókrata. Og þegar þú ferð ofan í hvað þarna er að gerast, á þessum tíma var búin að vera í heila öld mjög harðvítur átök á Íslandi verslun við Ísland. Hvort að verslun ætti að vera hansakaupmennir eða bresku hollenskir hansakaupmenn eða breskir hansakaupmenn og danski armur hansakaupmanna hefur alltaf verið meira undir breska arminn. Þó að hansakaupmenn standa alltaf saman gegn umheiminum en þeir berjast náttúrulega innbyrðis líka, eins og í öllu góðu fólki.
Danir hafa alltaf verið meira undir breska Asíufélaginu og að skipherran sem kemur með þessi skipherra Tyrkjaráðsins var hollensku skipherra sem var alveg þekktur fyrir að fara verslunarferðir á vegum Asíufélagsins í Amsterdam. Og þarna sérðu hvernig hollenskir Hansakaupmenn taka út stjórnvaldið í Vestmannaeyjum og setja Ísland í rauninni, gera það í rauninni stjórnlaust innan mörg ára eftir. Þetta aldrei talað þetta mjög áhugaverð fletta, en sem sagt til dæmis það eru margir kaupstaðir, Hafnarfjörður var kaupstaður á þessum tíma, að þar eru til dæmis minnismerki veru hollenska Hansakaupmanna í Hafnarfirði á þessum tíma. Og ég var að tala þetta við Íslendingum daginn sem vel að sér í heimspeki og sögu sem sagði við mig að á þessum tíma fór fram ein mannskæðasta orrusta sem hafði verið á Íslandi og það var einmitt á milli fylgjenda breska verslunarveldisins og hollenska. En hann sagði mér ekki hvar ég geti flett þessu upp, en við vorum einmitt að ræða þetta og þetta mjög áhugavert. Þú sér að það eftir þetta sem að Kaupmannahafnar krúnan fer að koma sér til Bessastaða og stýra þaðan. En á þessum tíma eru til dæmis Hólabiskup og Skálholtsbiskup og alls konar fólki í landinu sem þekkti söguna og vildi þjóðveldið og áttaði sig á því hvaða átök voru í gangi og höfðu í rauninni byrjað fyrir áður Sturlungasambyrjað, sem áttaði sig á þessum átökum landið. Því Ísland var svo ríkt eins og hann benti þarna á náungi sem við hittum í pottunum. Íslenska skreiðin var gull í margar aldir. Og ég hef einmitt verið að velta því líka fyrir mér undanfarið, það var eitthvað annað hérna líka sem var mjög verðmætt, sem ég veit ekki hvað er. Það ýmislegt sem hefur verið í gangi varðandi íslenska pólitík erlendis frá, sem gefur til kynna að Ísland gæti hafa verið verð meira heldur en bara skreiðin. En til dæmis í Napóleónsstríðunum þá greiddu Sunnlendingar alveg milljónir af því að selja brennistein til Frakklands. Það fína brennisteinsnámar á Suðurlandi og víðar. Og Napóleónsstyrjöldin keyptu brennistein frá Íslandi. Já. Nú ég með hérna eitthvað svona tímalínu, það sem að tala að víkingaöld hefst 793 og Alþingi stofnað 930 Þannig að í mínum huga þetta gullöld víkingana Strax 930 þá byrjar skjalavaldið að koma aftur Já, það sem ég var að segja þarna áðan, en þú segir síðan að þetta nær hámarki þegar að Danir krefjast þess að Alþingi setji sig í lög við krúnuna og afsali sér þjóðveldinu, sem hvað 1662. Já, 1262 þá gamli sáttmáli, Íslendingar gerast þegnar Noregskonungs. Það það túlkurinn sem okkur sagt. Já, þeir gerast náttúrulega þegnar Noregskonungs, já. Þeir taka sér konung, það rauninni það sem gerist. Það gerist í lok Sturlungaaldar, Já. Sem stendur frá 1100, Svona við lok. En eins og þú heyrir, það má túlka þessa hluti náttúrulega svo margt til hægri og vinstri. Það eitt sem mjög áhugavert og ég las það upp í vídeóum í fyrra. Ég tók púlsinn á bókunum öldin okkar. Tók 3 aldir. Og maður las alveg fáránlegustu hluti. Maður las til dæmis bara eitt árið, 1500 til 1600, ein öldin. Já, þarna var þessi hjón, þau áttu 900 jarðir og þarna var þessi biskup og hann var giftur þessum og mæður þessum og svo dó þessi þarna og bla 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 bla. Svo fletti maður og sagði, já, þarna vorið þetta ár dóu 8000 manns úr einhverjum sóttdauða.
Já, áfram, las maður fullt af staðreyndum og fullt af upplýsingum, svo allt í einu, já, 20 árum eftir þessi 8.000 dóu úr sóttdauða, þá dóu 15.000 manns úr hungri eitt sumarið. Maður hefur sagt, við aðeins, sko, 8.000 manns, það var 50.000 manna þjóð. 15.000 manns 20 ára setna, það var 50.000 manna þjóð. Býttu, hvað eru nöfnin á þessu fólki? Hvað eru grafinir? Nákvæmlega. Býttu, hvað er þetta að ljúga í mig hér? Og hvað er all upptalningin og öllu hinu? Hvað er satt og logið, sko? Þú veist, hvað er verið að segja manni með öllum þvætningum, þú veist, hver er lygin í dag? Við getum ekki verið sammála 9/11 og það gerðist í beinni útsendingu. Já. Það ætlar að fara að segja mér hvað gerðist árið 1262 eða 64 eða 1662. Þú veist. Er mín túlkun eitthvað betri að vera en túlkun einhvers annars? Eini munurinn það, sko, hver fær flest af 96% með sér. Og síðan berast þeir bara banaspjótum og þeir skipta engu máli. Og það var punkturinn sem ég var að tala um í Monsterið. Hver einasti maður og kona sem er orðin James Bond er búin að sölsa sig undir að vera búin að fórna sitt innra barn til Guðsins barns. Þetta er sama pæling í rauninni. Bara hvaða orðalag viltu nota? Er orðin verðlaus? Er ekki lengur mannvera? Þess að þetta er ekki lengur manneskja, hún er orðin mannvera. Hún er orðin mannesku monster. Og þá ætla ég, og byrju, hver gaf mér siðferðina? Hver gaf mér það siðferði að ég ætti eitthvað að taka mark á slíku monsteri eða meta þau einhvers? Ekki metur elitan þau neins, ekki meta þau sjálf sig neins og okkur og ég að fara að meta þau einhvers. Þannig ertu komin í Goim heimspekina, sko. Ég veit það. Eða monster heimspekina, sko. Ég veit það. Ég get eiginlega að sé þetta frá hinum sjónarhorninu líka, sko. Að leið og þú gerist James Bond eða leið og þú byrjar að skýrgreina annað fólk sem Goim eða óæðri verur, þar með þú orðin réttræpur. Þú átti rétt á þeirri skoðun en hún er röng. Sem sjálfsvörð, sko. Leið og einhver byrjar að fara í James Bond búningin og fara yfir vopnun og eitthvað slíkt. Já, þá er hann orðið réttræpur, já, það er rétt. Já, vegna í einfaldri sjálfsvörð, sko. Já, skiptir engu máli. Þetta er bara orðið dýrmerkurinnar. Nei, svo skýrgreining gengur ekki upp, sko. Þú þarft ekki að bíða eftir því hann brjóta af sér. Hann er búinn að brjóta af sér. Nei, ég bara segja mínu skoðun. Við erum ekki að tala um hvað er rétt eða rangt. Við tökum þá djúpköfun eftir 20 ár. It's my party, það er alltaf rétt sem ég segi. Já, ok. Sko leið og manneskja breyti sér í Ödipus eða James Bond eða monster eða human being, þá hún orðin réttræp því það glæpurinn sjálfur. Hvort hún síðan komin í einkennisbúning eða fyrir að brjóta af sér eða eitthvað svoleiðis. Nei. Glæpurinn þegar hún verður skurðgoðadýrkandi og búið að gera vitnisburð fyrir henni. Þegar hún veit upp á sig syndina, veit upp á sig skammana. En þetta ekki punkturinn. Þetta ekki aðalatriðið. En þess að ég bætti svo við í skilgreiningunni að við verðum síðan að hugsa þetta út frá fyrirbærinu guðsríki og fyrirbærinu heilagt stríð sem fyrst og fremst innra stríð, sem fyrst og fremst innra ferðalag. Og þar þú getur ekki bara ákveðið, nú get ég dæmt þig sem Goim eða eitthvað og drepið þig. Ég verð að spyrja, hvað myndi það Guð vilja? Vegna að segja, ef þú tekur þig dómsvald, þá verður þú dæmdur. Sjálfur. Samkvæmt, lögmáli guðsríkisins. Húmanistarnir hafa ekkert slíkt lögmál. Vegna að manneskjan hugsandi vera. Og hún óskilgreinanleg vera.
Þannig hún hér að berjast við sjálfa sig, hún að berjast við skilgreiningu á sjálfum sér og hvert hún að fara. Hún að greina hvar hún og hvert hún að fara. Og þess að sagði, punkturinn það sem að hann segir hann Robert Forresson, hann svo mikið snillingur kallinn, to judge is to compare. Sjáðu, hvernig ætlar þú að greina sjálfan þig? Hvernig ætlar þú að greina conceptual analysis? Hvernig ætlar þú að greina sjálfan þig sem dýnamíska, vibrant, virility, lifandi, skapandi, hugsandi, mannesku? Hvernig ætlar að greina það? To judge is to compare. En þarna erum við komin reyndar út á hálan ís sem að er pre-crime, sko. Já. Að þú þú getur ekki eins og Minority Report, sko. Þú ert bara með einhvern logaritma sem að er fullnægjandi sönnun að þú hafir ætlað að fremja glæp, sko. Men það aukaatriði. Skiptir ekki máli. Þetta snýst ekki það. Þetta snýst það hvernig ætlar þú að greina sjálfan þig. En það er náttúrulega bara það sem Jesús sagði, það sá ykkar sem syndlaus kastið fyrsta steininum. Ok. En þetta svona pæling, djúppæling. Þetta er djúppæling. Já, hún er svolítið djúp þessi, sko. Já, ég er á því að, sko, meira segja með James Bond, að þú getur ekki tekið hann út þótt hann sé að strappa á sig byssuna og sé með áætlunina og planið og allt. Þú þarft að bíða eftir því að hann er komin í glæpinn, sko. Nei. Þú berð vitni fyrir honum. Hvernig? Það undir þér komið hvernig þú berð þinn vitnisburð. Það er ekki hægt að skilgreina fyrir hönd annarra hver vitnisburðurinn er. Já, þá ertu að sitja í valdastöðu sem þú hefur ekkert umboð til þess að sitja í. Segir hver? Segi ég. Þetta er tricky, þetta er rosalega stór svona filosófíkal pæling, sko. En þú sér það við búum í heimi þar sem að þessi pæling má ekki ræða nema af útvöldum sérfræðingum. Já, ég nenni nú ekki að vera að velta mér upp úr þessum sértrúarsöfnuðum, sko. Hvaða nafni sem þið nefnast, sko. En þú ert sammála því að lýðveldið er sértrúarsöfnuður. Já. Ég meina, síónismin er sértrúarsöfnuður, Sameinuðu þjóðirnar er sértrúarsöfnuður, NATO er sértrúarsöfnuður, CIA er sértrúarsöfnuður. Allt bara hópar af fólki sem trúa einhverju villsu. Og flestir eru alveg með á hreinu og allir eru villsingar nema þeir sjálfur, sko. Já. Það veist að ef við tökum bara með kristni, þá getur farið í hvaða kristna kirkju sem er í Reykjavík, það eru nú nokkrar. Og fara að tala svona, já, og fyrir kannski Fíladelfí, sjá hvernig er það með votta í hófa, eru þeir ekki fyrir fínir? Nei, þú fyrir beinarlega til helviti sem þú fyrir þangað. En ég er komin með skothelda filosófíska greiningu á því hvernig þú getur fundið út hvort þú sett merkilegur en allir hinir er ekki. Óvefengjanlega greiningu. Bring it on. Já, við erum búin að vera að ræða hann sérst alltímann. Snýst ekki það hvort þú má drepa eitthvað eða ekki, þetta snýst greiningu. Þarna er svo gaman að hlusta á Jesú, sko. Því að hann fer svo vel í þetta einhvern veginn. Já, þú áttur þegar, sko, vídeóið þar sem ég var að leggja þessar línur byrjar á að segja leið og þú grípur til ofbeldis eða vopna til þess að útkljá hugsun, þá ertu búin að tapa. 100%. Það var upphafspunkturinn. Já. Og svo endaði pælingin á, þú getur í rauninni ekki gert þetta vegna þess að þú hefur ekki, þú veist. Þannig að þetta er allt saman bara filosófísk pæling, sko. Þess vegna skrítið að, sko, taka þessi heila garna flækja þróunarkenningin, sko. Og bara, þú veist,
Það alveg ótrúlegt rugl, sko. Það einhver sem trúir ennþá þróunarkenningu. Það veit það ekki. Ég held að það sé verið að kenna hana ennþá í skólum, sko. Ég held að stór hluti fólks trúi ekkert á þessa þróunarkenningu. Já. Það er enda réttið að það er náttúrulega farið að aukast töluvert mikið trúin á mína kenningu að aparnir komi að mönnum, sko, sem missettu vísindatilraunir hjá Bretum. Var það ekki páfagaukar? Það er uppáhaldskenningi mín. Maðurinn er komin á páfagaukar. Já, og aparnir komnir að mönnum. Já, aparnir eru ödipusar sem eru búin að klára ödipusu James Bondið í sér. Ég sá rosalega merkilega rannsókn, hvort það var á einhverju Netflix-mynd eða eitthvað, það var svona bara inni í eitthvað þar, oft svona gullmólar eitthvað þar inni, sko. Og þar voru þeir með á einhver svona eyja sem eru bara apar, sko. Og þeir voru að gera rannsóknir með apa. Og þá voru þeir að gera, sko, viðskipti við apa, sem sagt að þeir fengu, sem sagt, peninga, eða tokens, einn á dag og gátu keypt sér mat, sko. Og þeir föttuðu það strax, sko, að þeir fóru með peningin, sett hann í gegnum svona litla hólu og fengu matar skammtið sinn, sko. Svo var þetta orðin rútína, sko, og þá byrjuðu þeir að bjóða þeim, sko, það voru 2 kettlingar sem stóðu með matinn, sko. Komið samkeppni, sko. Og þeir höfðu bara 1 token, sko, þannig þeir gátu bara keypt á annari kettlingunni, sko. Og svo voru þeir með eitthvað svona mismunandi markastilboð kettlingarnar, sko, og önnur var með þannig að, sko, það var alltaf eitthvað surprise í pakkanum, sko. Þú veist. Og hann pröfaði hina, sko, og þá var, man ekki alveg nákvæmlega dítelana, sko, en það var greinilegt að, sko, aparnir föttuðu strax business konceptin, sko. Og þetta var betra tilboð, sko. Og keypti allt að það var af þeirri kettlingu, sko. Og hinn var bara out of business, sko. Og það var suspended gratification, sko. En svo veit ég að þetta er allt sem að falsa, sko, ég veit það ekki. Ég veit það. Þetta er svona hugmynd, sko. En þú sér það íkornar, sko, þegar dóttir mín datt inn netuna, að þeir kunna delayed gratification, sko, og safna í hreiðrið fyrir veturinn, sko. Og maurar líka, með þessu maurar kunna þetta, sko. Maurar eru snillingar í þessu. Já. Og þeir eru á flókið samskiptakerfi. Nákvæmlega. En sko þeir, veist, ég meina alþingismenn geta ekki eins og gert áætlun sem að veit í, sko. Maurar geta það. Og þannig að það er svolítið merkilegt. En þú manst kannski eftir því að ég fór aðeins ofan í það að þú veist að ég trúi því að simpansar og bonobapar séu búinir til á rannsóknarstofu. Á hvaða stöðum? Búinir til? Á rannsóknarstofu. Já. Ég heldur að þetta sé misefnuð kynbóta tilraun eða soldier tilraunir, sko. Það er hugsanlegt. En síðan rakst ég á það hverjir gerðu þetta. Já, það var ekki ég, sko. Dr. Livingstone og Stanley. Já, einmitt. Hirtaði á þér áður. Ég er alveg sannfærður þetta. Og mér er ofsalega gaman af því þegar að Heilagur Jórdaníus fer að vitna útskýra mannlega hegðun út frá simpönsum og minnist ekki einu orði á bonobapa. En tekur þetta að Jórdan einhvern veginn bara dottinn af sviðinu? Já, ég var nú minnast á það í vídeó í það. Já, sem ég er ekki búin að sjá. Það er örugglega unlisted. Já, það er bannað, sko. Ok, já, ég ætla að laga það. Ég er búin að lofa því að laga það. En það kom í ljós nefnilega, hann er með Hollywood agent, sko. Hann er bara show monkey, sko. Ég var að rökstyðja, sko, að hann byrjaði með allt þetta bull og svo í rauninni, sko, það voru voðalega fáir sem að reynda að greina hann. Það var einn og einn kommunistir sem reyndi það, en í rauninni þegar einu sem reyndi eitthvað að greina hann var ég og þú.
Já, debunkaða bara á 1 mínútu, sko. Það var bara fljótt gert, en það gekk ekkert fyrr en ég fór að uppnefna hann heilagan Jórdaníus, þá hvarf hann. Já. Og þeir hérna voru að mynda með sér bandalag, Ben Shapiro, hvað heitir hann? Já, Shapiro. Já, Shapiro og einhverju fleiri svona vitleysingar í kringum hann. Þeir voru að skýrgreina sig sem the deep intellectuals of the web. Wow. You are the most stupid assholes on the web. Og voru að hittast og borða steik og í mat og saman og svona einhver stefnu og þetta var bara alveg bara ok. Það er sem allir með sama umboðsmanninn, sko. En hvað heitir hann? Mercer? Mercer sem fjármagnaði Trump og Alex Jones. Það er spurning. En hérna já, hérna Shapiro þessi Ben Shapiro og hefur heyrt kenningum mínu það eins og með Led Zeppelin, nafnið á hljómsveitinni var til þess að fela eitthvað sem tengist Led Zeppelin Belgjónum, sko. Okay. Þeir nota oft svona nöfn til þess að þjappa, þú veist, ef þú fyrir á Google og segir Led Zeppelin, þá þarf það að fletta bara 130 síðum að þannig að kemur eitthvað annað en hljómsveitin Led Zeppelin, sko. Já. Og þeir sem stapla svona óna með sömu nöfnum, sko. Og ég held að Shapiro, þessi Ben, þessi gaur sem að... Já, ég veit hver hann er. Já, ég held að það sé til þess að fela hinn, Rabbi Shapiro. Já, ég var búin að ná þessu. Já. En ég náttúrulega búin að vera að tala alveg grimmt Shapiro, Rabbi Jakob Shapiro, síðan í, hvað heitir fyrir það? Já, ég hef með hlusta á það eftir ég heyrði í þér tala um það, hann er alveg snillingur, sko. Alveg. Með dauðlangur að tala við hann eftir. Já. Ég vil bara fá fleiri fyrirlestra með honum, sko. Já, ég veit. Allir fyrirlestrarnir frá honum sem ég hef séð get ég hort á aftur og aftur. Ég fæ alltaf eitthvað nýtt út af það. Já. Svona nánast allavega. Og viðtalið hans við Harold Sanders, það er bara, ég veit ekki hvað ég er búin að horfa ofta á það. Alveg, sko, maður þarf að fara í gegnum það með skurðarhníf til þess að því Harold Sanders er svo harður. Hann er með svo marga hluti sjálfur á taktinum. Og hann þjarmar svo rosalega fólki, hann er verri en Ron Paul. Verri en hver sér það? Hann er verri heldur en Ron Paul í viðtölum, Harold Sanders. Það fær enginn að klára neitt svar, þá komið ný spurning. Og við sér þetta á þessum viðtölum sem voru með Þórdís, og hún er snillingur þessu líka. Spurning, þú hálfnar að svara, ný spurning. Þú ert hérna í boxi allan tíman og það er mjög gaman aðsvöldið samræðum, sko. Það slípa mann alveg helviti vel og ég hef oft velti fyrir mér, Harold Sanders aðeins að því hann vil gaman að því eða hann aðeins til að reyna að láta fólk svolítið reyna á sig, sko. Hann er búin að vera að gera viðtöl í marga áratugi, sko. En heldur að fólk sé byrja að sjá núna þetta að við erum ennþá undir stjórn Dana? Eða fer þetta bara svona fyrir ofangarð og neðan, heldur það? Ég veit það ekki. Ég náttúrulega tala ekki mikið við fólk, en ég veit að það er einn og einn sem pælir í því hvort að það sem þú hefur sagt með þetta eigi fót fyrir sér. Það veit ég. Ég er ekki alveg þarna, sko, en ég sé alveg hvað átt við og ég er ekki ósammálaður. En ég er á þeirri skoðun að Danaveldi séu undir stjórn Bretaveldis. Og hafi verið það mjög lengi. Og það er svolítið það sem ég var að gefa í skyn áðan þegar Danir lenti í vandræðum hvaða verslun er hægt að leyfa á Íslandi. Það endaði með því að tóku bara versluna sjálfur í 150 ár. En þú sér það best árið 1809 þegar Jörundur Hundadagakonungur reyndi að hjálpa þjóðveldismönnum að koma á hérastingunum aftur. Og hann fór hringferð á hestbaki landið og reyndi að vinna í þessu. Hann var breskur, ekki satt? Já, hann var danskur, Jörgen Jörgensson. Sko, það er alltaf sagt sagan á okkur eins og bara Jörundur hafi verið skrítinn og flippaður og allt það.
En ef þú ferð ofan í eins og bókinans Helga Brím og fleiri, sem 600 svona greining á þessum 2 mánuðum, að það er fullt af ritum sem ekki kennd í háskólanum, þar sem menn fóru ofan í alla skjölun á tímabili og hann Markús gerði þess ágæti skil í einum útvarpsþætti sem hefur verið fluttur til þessari sögu. Hann skrifaði þetta að það voru svo margir á bak Íslendingar sem að hittu Jörgen Jörgensson í Bretlandi og voru á bak við það að fá hann í þessa siglingu hingað heim og að spila þetta upp. Og ég hef margoft komið fram með þá yfirlýsingu að veturinn 1809 til 1810 hafi verið fram í fjöldamorð á Íslandi og að þú getur rakið það. En það vill enginn trúa mér eða fara hún í kirkjubækurnar og rekja þetta. Það er mjög auðvelt að rekja þetta. Þú tekur á skráðum fæðingum og skráðum dauðdögum á landinu og berð saman tölurnar og finnur þar út nöfnin sem vantar og skoðar síðan dóma. Allir hengingaklettarnir allt land voru fyrst og fremst notaðir þarna. Og ég alveg sannfærður þetta og ég svolítið hissa á því að vill enginn skoða þetta. Að sko það er breskir hansakaupmenn sem að fangelsa Jörgen Jörgensson. Já. Sem var lagalegur þjóðhöfðingi íslenska þjóðveldisins. Þetta var hernaðaraðgerð gegn Íslandi. Og þegar að, mér finnst sko, það er þessi punktar sem koma, þegar að David Cameron kemur hingað haustið 2015 og 9 mánuðum seinna Panamaskjölin búin til sem svona heimsviðburður fyrst og fremst til þess að eyðileggja David Cameron og Sigmund Davíð sem áttu einkafund í Reykjavík, eina einkafund sko forsætisráðherra Bretlands við íslenska ráðamenn á íslenskri grundu síðan svínið Churchill kom hingað á stríðsvarðanum. Og það eru 63 þingmenni við Austurvöll og 630 í Westminster. Það segir mér alveg, það er alveg nóg mystik fyrir mig. Þessi 2 punktar, pluss þetta aðri punktar úr sögunni. Ég held að danska Hanseatic League sé deild innan sko þjóni og hlýði algjörlega bresku Hanseatic League. En eins og við að benda á, Hanseatic League náttúrulega ófinnanlegt fyrirbæri í dag, þetta búið að skipta fullt af nöfnum og allt svona, en þú getur rakið sko, til dæmis þegar að The British East India Company fyrir á hausinn í kringum 1880, þá voru allar eignirnar komnir í önnur félög, alveg eins og þegar Rockefeller fær borgar þingmönnum til þess að neyða sig til að skipta upp standardöðl. Hann hefði alveg getað skipt, það sjá allir sem skoða þetta að Rockefeller borgaði þingmönnunum fyrir að neyða sig til að skipta standardöðl upp í 6 púnta til að fela kolkrabbann, sko. Það segir mér enginn að sko breska, sko British East India Company var breska heimsveldið. Það segir, þeir skipti bara nafn, þetta er ekki flókin hlutur. Og þú sérð þetta síðan í búastríðinu, þú sérð þetta í fyrri heimsstyrjöldinni, þú sérð að stór hluti breska hersins var ekkert beint undir bresku krónunni. Að gendarmari sem er eitt og breskir hermenn annað og hermenn sko, konungsins eru síðan nei, þetta er miklu flóknara fyrirbæri. En við vitum ekkert hvaða fyrirbæri þetta er. Til þess að byrja. Þegar þú talar England, sko, þá eru 2 England, sko, það er City of London og svo landið, sko. Ég hugsa sko, danska og norska krúnan að vinna undir 3000 sem var þá sennilega tvíþurs á þessum árum sem Vatikanið og City of London og þá núna að viðbættum Washington DC. En einn punktur að þegar ég verð forseti Íslands og Víkingaflokkurinn stjórnar Alþingi, þá mun ég gera kröfu á Dani að þeir bæti Íslendingum verðmæti hálfrar kaupmannahafnar fyrir rányrkju á Íslandi og ólögmæta skattheimtu.
og ég mun gera samskonar kröfu á Norðmenn sem væri þá sennilega réttmætt verðmæti Bergen að þeir borgi okkur það tilbaka. Það finnst mér bara mjög eðlilegar kröfur af þessum ræningjum og dusselmennum, sko. Ekki gleyma því að alveg fram til 1775 minni mig, þá var litið á Jan Mayen, Grænland og Færeyjar sem hluta af íslenska þjóðveldinu. Já, já. Og það var bara fært með einu pennastriki til Kaupmannahafnar. Við eigum þessi lönd sem eðlilegan hluta af þjóðveldinu. Og þetta hlutur sem ég hef ekkert verið sérstaklega fjallum vegna þess að tímar hafa breyst og Færeyjar og Grænlendingar eru sjálfstæðar þjóðir og þjóðveldið Íslands hefur engan áhuga því að ráðskast með þær. En ég vil samt halda þessu til haga því ég á eftir að vinna úr þessu. Ég á eftir að vinna úr þessu og koma með eitthvað skemmtilegan fjöt á þetta. Til dæmis fer ég ekkert ofan að því að Jan Mayen tilheyrir Íslandi. Ég fer ekkert ofan að því. En það er allt annað með Jan Mayen, það er engin byggð þar. Nei. Ég bara lít svo á að Jan Mayen tilheyrir Íslandi. Og það má spyrja sig, fyrirgefðu, bara samsælskenning, alveg fersk. Það má spyrja sig hvort lygaspunarnir Drekasvæðið hafi snúist eitthvað það. Að Ísland hafi, með því að taka þátt í lygaspunanum olíuna á Drekasvæðinu, hafi snúist það að íslenska lýðveldið réttlætti norsk yfirráð yfir Jan Mayen. Það er vel hugsanlegt. Að það hafi verið einhver lagalegur vafi og með þáttökunni í þessu hafi Íslendingar afsalað sér Jan Mayen. Og vegna þess að það gefur auga leið að það hefur aldrei verið nein olía á Drekasvæðinu. Þetta var allt saman bara vitleysa. Það er hins vegar olía undir Faxaflóa. Það er margoft bent á það. Og þú finnur lyktina af því réttri átt. Það má til dæmis ekki bjarga neinum skipum á hafsbotni á Faxaflóa, hversu ekki? Það er fregáta þarna, bandarísk. Má ekki sækja hana niður. Má ekki gera neina rannsóknir á hafsbotninum á Faxaflóa, hversu ekki? Áhugavert. Þar liggur ljósið úr norðri í skömm undir mælikeri. Það er svona heldur. Ég sko svo er náttúrulega spurning sem að vert að spurja að þetta pakk sem eftir á skerinu, hvort þetta séu bara molbúar úrkynjaðir aumingjar, sko. Já, það er engir Íslendingar lengur. En hvað finnst þér það sem ég var að leggja út af máli 214 daginn? Tókst eftir þeirri greiningu. Sem aftur? Þegar Hrævareldur, sem kallar sig Hæstarétt, ógilti morðdómana yfir fjórmenningum, yfir máli 214, Guðmundar og Geirfinnsmálið þetta. Já, og hvað finnst mér þá í hvaða samhengi? Ég var að útskýra í einu vídeói að þegar þeir ógiltu dóminn, þá ógiltu þeir líka fórnina sem var notuð til þess að kaupa landhelgina. Ég er búinn að halda því fram öðru hvoru að það er fullt af geislavirkum úrgangi Suðausturlandi, fyrir sunnan og Suðausturlandi. Og að rannsóknarvinna þessa Seabed Constructor sem síðar svo skipt nafn af hentifána ástæðum og propaganda ástæðum, að þeir voru að rannsaka eitthvað annað heldur en þessas myndin. Hvað voru þeir að rannsaka? Sokkinn kjarnorkukafbát eða kortleggja kjarnorku úrgang á hafsbotninum á Íslandi? Og núna er sem sagt íslenskir frímúrarar búin að afsala sér landhelginni frá 12 mílum út. Með því að afsala sér fórninni. Þetta er mjög mystisk pæling. Ég held að sko fórnin var fullkomnuð. Þess vegna fékk hann ekki endurupptöku fyrir svona eftir dauðdaga, sko. Það í musterisreglufræðunum fullnusta á fórnarathöfn, sko. Og það þannig að þú heldur skuggavaldið sé ekki búið að afsala sér yfirráðum yfir hafsvæðinu? Eða ábyrgð? Já, býta aðeins, ég ætla aðeins að bæta við það. Að
að það eru nýfórnardýr í fangelsi núna sem faðir sem var dæmdur fyrir að myrða barnið sitt út af shaken baby syndrome Já, sæll. sem Ósannanlegt fyrirbæri. Já, það sem sagt afleiðing af bóluefnum. Barnið hans hefur dáið út af bólusetningu og hann settur í fangelsi fyrir það. Það alveg klassísk nútímaleg. Það vitað að shaken baby syndrome óskilgreinanlegur sjúkdómur og oft notaður til þess að réttlæta dauða af völdum bólusetninga. Þetta vissi ég. Margir vita þetta. Og þetta svona nútíma aðferð við mannafórnir. Og svo hann Thomas Möller. Já. Sko, hann musterisfórnardýr líka í samhengi með yfirráði við Grænlandi. Og í sambandi við fiskveiðilögsögu eða UNESCO. Ég ekki að tala fiskveiðilögsögu, ég að tala yfirráði við hafinu. Ekki sami hlutur. Sko, það fullt af kanamellum og brusselishórum sem að láta ríða sér í danska hóruhúsinu við Austurvöll og að fá eitthvað klink fyrir kynlífið, sko. En þau hafa ekkert umboð og ekkert vald til þess að gera neitt. Fyrsta lagi þau búin að brenna öll kjörgögn, þannig að þau geta ekkert, þetta bara svo innheimt á skuldabréf og mæta fyrir dómur og segja, já, nei, ég brendi nú skuldabréfið, sko. Nú, af hverju? Já, bara, ég taldi það ráðlegt. Og þar með máli fallið, sko. Sama með all umboðsskjöl þessara Brussels hóru kanamellu bransa. Þau hafa ekkert sannarlegt umboð fyrir einu en einu. Nema bara einhverjum grillum í hausnum á þeim sjálfum. Og frá 1262 allar gerðir valdstjórna á Íslandi ógildar. Það bara eins og, ég tek ekkert mark á neinu sem hefur gert síðan það. Já, ég ekki eins harður á því, ég frá 1662. Ég meira þess að frá 930, Alþingi stofnaði á Þingvöllum, ég vil meira segja ganga lengra aftur, sko. Ég vil segja að Alþingi undanfari yfirtöku, sko. Þannig að ég hafna í raun öllum aðgerðum frá 930. Öllum. Punktur að pasta með það. Og já, menn geta bara verið sammála því og ósammála. Og þeir sem eru sammála geta gengið í Víkingaflokkinn. Já. Ég lýsi yfir að það bara sama ástand á Íslandi og var 793. 379, var það ekki eitthvað? 793. Það ekki meina 713? Já. Það nú út. Ég veit það ekki. Þannig að skiptir þetta engu máli? Nei, það skiptir öllu máli. Ég ætla ekki að láta arfræningina ræna mig arfinum þegjandi hljóðalaust, sko. Já, nei, ég ekki að meina það skiptir ekki máli, það skiptir engu máli hvernig þetta fer allt svo. Eins og ég bloggaði daginn að það ekki til neitt fátækt fólk, það bara til illa rænt fólk. 96% af fólki James Bond. Eru mismunandi steyptir öddubussar af einu kyni sem heitir metrosex. Sum metrosex hafa tippi og sum hafa píku.
og þau eru ómarktæk og verðlaus. Og þess að skiptir engu máli hvernig þeirra heimur fer. Hann skiptir engu máli. Lýðveldið í rauninni er ekki til, það er bara hugmynd sem að þau trúa á. Heimskerfið er heldur ekki til. Það er bara einhvern fyrirbæri sem er endalaust viðhaldið með áróðri, einhver hugmynd sem er viðhaldið með áróðri. En raunveruleikin er allt annað. Var ekki í Biblían sem sagði að 1000 munu falla til hægri hliðar og 1000 til vinstri hliðar eða eitthvað? Eitthvað hefur bara áhuga við það. En manst þetta stóra klósettmálinu? Nei. Unisex-málinu. Já, það var eitthvað svona voða umræð klósettmál eitthvað tíma. Látt að verða unisex í Ráðhúsinu. Já. Ég er alveg búinn að leysa það mál, sko. Það er bara öll klósett eru merkt með raskati, sko. Akkur ekki horfa á það sem sameinar okkur í staðinn fyrir það sem sundrar okkur. Það eru allir með raskat, það bara case closed. Önnur enn samfélagslega lausnin frá víkingaflokkum. Þetta er bara svo klíkuð orðræða. Ég meina það er bara sér klósett fyrir transfólk að þau veit ekki hvort þau frá kvennaklóst eða kallaklóst og svo eru þeir ekki nótir. Hvernig eiga þau að komast í sund? Þess ég var að tala við einhvern veginn í Svíþjóð. Ef þú ert lögleg kona og ferð á kvennaklósettið og hefur bara lagalega rétt á því. Bara förum að lögum. Nei, við þurfum að búa til einhverja afkárlega heila stifta og sturla svona rifriltis orðvögu það. Við búum í svo verðlegum heimi að fólk er að rífast hluti sem skiptir engu máli. Nei, á sama tíma. Og á sama tíma skiptir þetta fólk engu máli. Það stendur ekki fyrir neitt. Nei. Það trúir ekki að neitt. Þetta er bara rugl. Þetta er bara rusl. Rusl. Eins og sko, heimurinn skiptist í fjórar tegundir, fools, idiots, morons and lunatics. og þetta hef ég frá Umberto Eco og ekki líkur hann. Ef við komin í svona flokkanafræði þá var ég að tala við einhvern veginn í Svíþjóð hesta, sko. Og var að spyrja svona sænsku hestana sem hann átti, eða var með hestana sem hann átti eitthvað. Og þá var hann komið eitthvað, þessi hestur nú, hann er nú mjög góður, sko. Svo er annar hestur, hann er svona ágætur, sko. Svo þessi, hann er frekar lélegur, sko. Hann var komið einhverja 3, 4, 5 flokka af hestum, sko. Ég segi hann, já. En svo sagði hann, já, en íslenskir hestar er alveg æðislegir, sko. Ég segi, já, það er að því að flokkakerfið í Ísland er bara, þú ert með frábæran hest og svo ertu með mat. Það er bara, það er ekkert flóknara það, sko. Hvernig heldur þá mannkynið verði ef við förum að afgreiða dýrin, lina þjáningar þeirra, hreinsa hans til? Ég veit það ekki. Já, það má ekki út af einhverjum hugmyndum í þér og restina liði þú veist. Hvernig gerðum við þetta á tímum víkinna? Þar vorum manneskur sem urðu mannverur voru bara afgreiddar. Með útlegð. Já, útlegð er náttúrulega sjálfsagt bara persónu space mál, sko. En svo er ég líka svolítið á móti, sko, að þetta þörfin að eiga allan heiminn, sko. Þegar menn er að tilengja sér eitthvað land alveg bara skriljónir skvermetra sem þeir hafa ekkert með að gera, sko. Það var náttúrulega í víkingatímanum var svona heiðurskerfi þar sem að ef að við vorum með sveitabíli og þú varst fyrir ofan mig og þú varst að taka vatni frá mér, sko. Og þá mætti ég bara með hanska og slóðu utanundir, sko. Og þá bara þýddi það að annar okkar dó, sko. Og ég meina það situr ákveðna kröfu á hana á samkomulagi, sko. Það býr líka til sterkt fólk. Það býr líka til sterkt fólk. Hvað þeir eru? Í dag er búið að býr til sterkt fólk. Já. Bara þó vegna þess að ég er uppalinn af
af einhverju svokölluðu kristilegu siðferði eða einhverju svokölluðu marxísk-húmanísku siðferði. Þú veist, ef þú lest Biblíuna rétt, þá sér að Biblían hefur rauninni engan áhuga á þessu siðferði. Bæði í báðum kirkjudeildinu, Nýja og Gamla testamentinu, þar er Biblían alveg grjótörð á því hvernig má taka afstyrmina lífi. Þannig að ég er bara að þvora því hér að byrja að þvo af mér helvitis andskotans þjóðfélagsverkfræðina. Já, ég samþykki það ekki að því að hver á að skýrgreina afstyrmið? Spámaður Guðs. Nei, ég fellst ekki á það. Ég veit það. Viltu þá húmanistaþingið skilgreina? Nei, ég vil bara enginn geri það. Siðferði akademíunar? Nei. Þú? Nei, enginn. Þá fáum við sko frumskólanum. Já, þá er það bara það. Pældi einu að því þú vilt vikingaflokkinn, þá verður þú líka berjast fyrir því að verði löglegt aftur útburður fatlara barna. Nei, ég verði ekkert að gera eitt eða neitt. Já, það væri partur af vikingatrúnni. Nei. Sérðu þegar að sko, það sem hét heiðinsiður, vorsíður, það litur fólk svo á að fóstureyðingar væru löglegar eftir fæðingu. Þetta er bara lyga kjaftaði sem að Danir er að ljúga þér. Það vera vitna í danskar áróðust lyga sögur er nú bara ekki margt tækar fyrir 5 ára. Ég ans ekki svona vitleysu. Svona, tilfinningar. Nei, bara raunveruleikinn. Hvar voru sambýlin fyrir fatlað fólk árið 900? Ég veit ekki, ég var ekki þarna. Varst þú þarna? Ég held að mannrækt sé ekkert slæm mál. Málið er nákvæmlega eins og húmanistaþingið Austurvöll vill núna fara að tala líknáttúruáp. Ég er ekkert á móti líknáttúruápum. Ég er á móti því að þau hafi vald til að skilgreina líknáttúruáp. Ég tók fram þegar ég gerði vídeóum daginn. Ég treysti íslenskum og vestrænum hjúkrunarkonum til þess að ákveða sjálfar eins og verið hefur hvenær á að gera líknáttúruáp. Þetta eru upp til hópa góðar ábyrgar konur sem eru ofta lina þjáningar sjúklinga og það er bara óþarfi að gera einhverja skýrslur það eða löglega það einhvern hátt og gefa húmanistafíblunum einhver víðtækari leyfi og bara setja inn í lög að það megi ekki að draga þessar hjúkkur fyrir dóm fyrir að lina þjáningar. Það dugar mér. Já, sko, ég átta mig á því að Monster fá alls konar furðulegar hugmyndir sem að snúast það að skaða annað fólk, sko. Ég eins og að samþykkja það ekki, sko. Nei, ég er ekki að tala það að skaða einn eða. Nei, að drepa einhvern er þjófnaður á lífið viðkomandi. Að lina þjáninga dýrs í kvöl er kærleiksverk. Nei, þú veist það ekki, þú hefur ekki talað við dýrið. Þetta er þín skoðun á ástandinu. Ég ber ábyrgð á þessu þegar ég tek vald yfir dýrinu. Það er aftur þín skoðun á ástandinu. Já, nei, Axel er bara týna til ykkur rök til að réttlæta því það hans ósammála. Nei, ég hef ekki týnt neinn rök. Ég hef bara sagt að ég er ekki sammála sem allt segja. Já. Og hafna dísisnum sem voru að leggja fram. Já, ég veit ekki gera það. Ég vissi það áður en ég laði hann fram. Ég veit nú alveg ýmislegt þína heimsmynd, kallum. En þú hefur svo mörg tól sem þú ert ekki að taka inn í myndina því þú ert búin að ákveða niðurstöðuna á undan, sko. Þú ert að draga til einhverja áróðuslega sögur vín. Ég myndi nú fara varlega í þá fullreyingu. Nei, það er fullt af tólum sem þú ert ekkert að nota allir. Nú ef það er einhver svona fáviti í gangi sem bara enginn þolir. Það er ekki það sem ég er að tala. Nei, sko, ég er svolítið svona láttum í friðisti, sko. Já, ég veit það. Þú veist, ef ég ligg meðendalaus í kvölum og eitthvað svoleiðis, ég vil ekki einhver annar ákveði þannig. Þá er ég bara í því ástandi, sko. Og bara látt mig í friði, sko. Já, þá er þú bara láttum í friði. Þú átti rétt á því.
Sama með veika hundin, láta hann bara í friði, nema hún getur talað við hann og hann tilkynnir þér ákvörðun sína. Þú færð ekki meiri hluta kosningu á þá tillögu. Nei, ég meina, þú veist, 2 úlfar og 1 lamb að stofna lýðræðisríki, sko. Ég verið komið að afvelta rollu, sem búin að vera afvelta í viku. Ekki svo lengi, nei. Nei. Hverju breytir það? Hefur keyrt yfir kött sem að dró sig á lamaður með smá kraft í framfótunum út upp á umferðarvegi og lá þar bara í dauðataugunum að treyna líftórunum. Ég hef reyndar séð yfirkeyrðan kött í dauðataugunum, já. Og hvað? Þá það rétt sem þú gerir að fara í bílinn ná í áhald og fara að kettinum og rótan. Ég ekki sammála því. Nei, ég veit það. Náttúran með aðferðir til þess að þú missir meðvitund, sko. Já, þú aflífar bara dýrið, afgreiðir. Nei, það þín sögur. En hins vegar getur ekki lengur leyftir það inn í borg, vegna þess að þá koma 10 kommunistahænur og öskraðu. Já, 10 metri og 6 lands og öskraðu. Já, það brýtur líka látt mig í friðismann. Láttu mig í friðismin hefur ákveðin náttúruleg mörk. Það segir þú. Hérna, veist, ég tel, sko, ég tel að þessi hugsun að ég geti verið böðull út af einhverjum hugmyndum í hausnum á mér sé einfaldlega. Þú meinar líknandi í hlutverki hins líknandi. Skiptir engu máli hvað það er. Líknandi hjúka ekki böðull í mínum hugum. Nei, mínum hugum hún það. Og það axla ábyrgð á því að maður hefur tekið þessi blessu dýrin. Það krefst fórna. Maður þarf stundum að taka ákvarðanir sem manni þvert geð. Já, þú meinar að hafa rænt dýrunum og tekið í gíslingu. Ekki satt. The natural ordnung of things. Ég meina, voru þau einhvern veginn spurð? Þau eru bara þrælar. Ég get alveg farið í engiðistrúna og bent á það að við höfum divine authority til þess að taka okkur vald yfir náttúrunni. Spurningin hvernig við höfum að fara með þetta vald. Það má tegja þetta endalaust, sko. Ég nenni ekki að rífast það. Þetta bara ein hugmyndin. Þetta bara ein hugmyndin, sko. En tíminn farin, það á þrótum hjá mér. Já, mér líka. Veitu hvað klukkan á mér? Klukkan á mér vantar 20 mínútur, þessa vantar 20 mínútur í 10 og þessa vantar korter í 10. En þessa vantar 17 mínútur í 10. Það einhverja klukkur að maður vitlaus. Ég búin að vera að blogga allt mikið. Þannig að Stefán Molyneux tók þetta mjög vel fyrir meðan hann reyndar að koma tilbaka aftur núna, sko. Hann hættur í áróðurskjaftaðinu, sko. Hann þá tala Suður-Afríku? Nei, hann aðeins að koma tilbaka, sko. Okay. Að hann var búinn að skýrgreina í raun allt niður í að það bara einn glæpur, það þjófnaður, sko. Já, það heldur sveitleysi. Ég nokkuð sammála á því, sko. Ef þú drepur eitthvað, þá það stela á honum lífinu, sko. Ef þú nauðgar einhverjum, þá það stela yfir líkama konunnar, sko. Allt þjófnaður, sko. Það má rökstyðja svona hluti á svo marga vegu, sko. Þetta snýst allt það hvaða frumforsendur við gefum. Síðan getum við rökstutt hvað sem út frá frumforsendunum. Og það gaman að þrefa það. Það bara, ég bara búin með tíma og ork í kvöld. Já. Ég alveg til að þrefa alla þessi hluti. Það ekki máli. En Stefán Molyneux. Það bara eins og þessi gaur sagði, CO2-gaurinn sagði, sko. Það bara þúsundir allir vísindamenn heims bara sammála þetta. Þannig þetta bara búin að leggja eitthvað grunn sem að ég bara, næ. Já, það líka svo gersamlega búið að debunka það dót. Það bara eitt frægasta debunkið í climate change málinu.
Já. Þannig að þegar maður byrja með sko frum skýrgreininguna, þá það frum forsendur. Hvaða forsendur þetta gefa þér í debati eða í heimsmynd eða í rökum. Já. Rökin aukaatriði. Þú ert alltaf að byrja á að finna frum forsendurinn sem fólk gengur út frá. Það getur oft verið þrautin þyngri. Það ekki alltaf augljóst. Já. Og til dæmis þú getur verið að þrátta við einhvern sem til þess búin að tileinka sér kristilegt siðgæði út frá því hvernig, ekki út frá hvað hann las í Biblíunni, heldur út frá því hvernig einhver túlkaði Biblíuna fyrir hann. En síðan kannski þegar þú ert búin að debata við hann og ekkert gengur, þá kannski kemur ljós að útgangspunkturinn var öll hvað græði á þessu. Já. Sem hefur ekkert að gera með neina hugmyndafræði. Það er bara svona eitt dæmi, sko. Hvernig réttlæti ég sjálfa mig, hvað kemst ég upp með, hvað græði ég á þessu, hvert kemst ég, eða hvernig er ég að selja, eða þú veist, það getur verið, og ég var að greina þetta mitt í morgun, að þú getur verið með, og það er í vídeó, ég veit ekki hvort það er listið eða listið, að Egyptar greindu 21 útgangspunkt. 21 frumforsendu sem fólk velur sér af því að þetta alltaf tengt persónuleikanum. Að þú ert að tala með einhvern, hann getur verið kommunisti, hann getur verið aþeisti, hann getur verið múslimi, hann getur verið kristinn, eða hann getur verið eitthvað annað, en hann er með einhverja frumforsendu, frumkjarna sem persónutýpu. Leið búin að finna þá persónutýpuna, þá getur þú fundið út frumforsenduna sem hann byggir allar sinna rök frá út frá. Og þetta er mjög heillandi viðfangsefni og þegar hún valdi yfir þessu, þá getur þú gert hvert sem á konvert. Leið og fattar frumforsenduna, þá fattar þú rökin sem þú skýtur niður. Þá fattar þú fallasíðunar rökunum. Það hljómar svolítið flókið ef fólk hefur aldrei prófað þetta, en þetta er ekkert flókið þegar þú byrjar að nota það. Hérna var þættinum að bera svolítið flott spurning, sko. Bara að lesa fólk að horfa okkur en það? Já, fullt af fólki í kvöld. Það ég ætla bara að lesa það. Nú ég að velta fyrir mér af hverju Sjáland var lokað daginn og hvort að það sé tilviljun að Kim Larsen dó 2 dögum seinna. Þetta er mjög áhugaverð sem punktur. Já, og athygli dönsku þjóðarinnar fór á hann og af lokun Sjálands. Ég myndi mig að það, ég ætlaði einmitt að vera búin að skrifa á Facebookinu mínu bara eina minningarlínu Kim Larsen. Þetta er mjög, það er að koma svo mikið af inputi núna frá fólki, sko. Þetta er mjög góð punktur. Þetta er æðislega punktur, sko. Þú ferð onni þetta og gerir live-ina, ég ekki að fara að rannsaka. En þetta er góð punktur. En hvað var að gerast í Sjálandi þegar það var lokað? Þetta var eitthvað bara mjög dularfullt, sko. Ég veit ekki. En það er gott að hafa þetta það stundum sem koma svona punktar, sko. Og svo allt í einu seinna sér maður 3. punktun og þá nær maður línunni, sko. Ég fagna þessum punktum. Já, þakka hlustanda fyrir þetta áhugaverða bréf. Já, fólk má alveg koma svona ábendingum og framfæri við okkur. Já. Það er oft sem að fer fram hjá manni einhverju hlutir, maður eins og ég svo upptekinn af heimspekinni, svo náttúrulega trúmálinn stundum að þvælast í mér líka. Ég veit ekki alltaf hvort hattinn ég ætla að vera með. En það er eitthvað í gangi í Danmörku. Svo lendi ég bara svona trúarófsögnum hjá Axel, sko, þegar ég fyrir langt með það. Hætti þessu væli, maður. Annars verður matur, sko. Það er bara sterki vikingar og matur. Faktur Ég var ekki að svara við þessu. Það bara að skilja í hakavélina, sko. Það var ekki að nota mín eigin rök á sjálfur mig. Rólegur, sko. Þú voru að passa það rökraðið ekki á hann í hakavélina, sko. Ég gleymi stundum hvaða törðarspilið er. En það er sko þarna Rocketman, Sjáland og Danmörk og náttúrulega þarna púðurtunnan sem var skotárásin hóksið var. Og það er fullt af hlutum að gerast í Danmörk og ég komst að því þegar ég var að skoða Rocketman sinni fyrra, það er fullt af strákum að YouTubea. Og svo hann náttúrulega Níls Herrit, hann Dani, sko. Ekki hann ekki.
Já, það verkfræðingur svo út af því. Nei, hann er prófessor í Danmörku með 911 rannsóknina, sko. Þannig að fullt af hlutum sem hægt að taka upp þarna, sko. Og líka gaman líka ef þú nennir að fara því þú ert með þetta svo nálægt þér, sko. Af því þú ert að nota dönskuna eða sænskuna, norskuna, skandinavískuna. Og svo auðvelt fyrir því að fylgjast með hvað er í brennidepli. Oh my god, ég get ekki hort á það, þeir eru svo heimskir, sko. Nei, bara vegna þess að þú gaman að markaðsmálum, sko. Já. Það eru svo margir Íslendingar sem hafa gaman að vita meira hvað er að gerast þarna, en eru kannski ekki til að fylgjast með því. Þannig að getur búið eftir vissa sérstöðu. Með því að svona aðeins að vera með, fylgjast með svona punktum. Já, það er endar, sko, það er hérna, miklu sterkari heilaþvottur, sko. En það er svo gaman líka eins og því þú varst að tala um Stefán Múlinó og ég nenni nú ekki að hlusta á hann eftir að hann fór að vinna með þessari síónista skellu þarna henni Sorensen sem kallar sig, hvað kallar hann sig aftur? Hún hafði ljóska, platljóska, hún með brúnt hár, litað hár. Danska hóran hana. Nei, kanadíska stelpan hana. Nei, hún er danska, það ekki, Sorensen. Já, hún hafði danskum gyðingaættu. Já. Ættarnafni hennar er danskt gyðinganafn, Sorensen. Og hún er brúnhærð. Já, Lauren Southern. Lauren Southern. Ég kalla hann alltaf systir Sorensen. Já. Ég ræði ekki við þetta þegar ég fer að gefa fólki nöfn. Bjarni Þorpari, það er alveg bara komið í hausinn á mér. Hver er það? Bjarni, Mensjevíkaformaður. Já. Ég er bara Sjálfstæðisflokkurinn, já, nú minna Mensjevíkan. Það er hann á tungumál, þú þarft orðabók. Gaman þessu. Já, það er þetta rétt, sko. Svo er ég loksins búin að fá nafni á Sigmund Djarfa. Já. Komin með uppnefni handa honum. Ég átta mig ekki alveg á því fyrir hvaða öfl hann er að vinna, sko. Já, ég ekki heldur. Ég er búin að segja mig Miðflóknum. Já, ég veit, þú ert að koma í Víkingaflokkin eins og allir hinir. Nei, það verður ekki. Það streymir inn alveg tugir manna. Já, ég óska ykkur velfarnaðir í stjórnmálunum. Gríðarlegur áhugi, menn mæta bara með silfur og hendi í kistuna því að Rothschild fjölskyldan vill ekki skrá flokkinn, sko, hjá sér. En það breytir nú engi að því að á mánudaginn hrynur allt þetta kerfi, þannig að skiptir engu máli. Vona það besta. Ég vil ekki fá neitt hrun. Ég óttast næsta hrun. Ég kvíði því, ekki fyrir mína hönd. Það fer ekkert illa fyrir mér í næsta hruni. Nei. Ég skulda ekki neitt og allt það. En það verða rosa læti, sko. Það er spurning hvernig maður kemst hjá þeim, sko. Ég á bíl sem ættir að sofa í. En og hann skuldlaus hann. Allt það. En sko málið er að mér er ekkert sama fólk. Þó ég tali illa samtímann þá ég held að fólk viti alveg að það er bara þetta íslenska nöldur. Íslenskt þref og nöldur er íþrótt sem að við erum nú mjög færir í að vera svona þverblokkin sem flýtur upp ána. Og þetta er þjóðaríþrótt og skamma þjóðina, sko. Við erum fyrstir á vettvang til að stumraða fólki ef að kalla grís. Fólk veit það. Já. Við erum flókið fólk Íslendingar. Eða við vorum það, við erum eitthvað annað, við erum dúnkulísur í dag. Þegar við erum flóknar dúnkulísur. Ég er að vona, það eru allir að vona eftir, sko, einhvers konar mjúkri lendingu með þetta heimsveldi, sko. Sko það eru svo margir, það er svo algengt með gargólinn og þau eru að bíða eftir stríðinu, bíða eftir hruninu, af því þau vona svo mikið að það muni vekja góliminn. Talandum og góliminn séu styrluð. En svo segir ég, nei, ég vona að þetta fer nú allt vel, sko, en ég samt að bíða hann á vanni eftir að þetta fer nú alveg að stjalla, sko. Nei, takk. Sko, þegar ég segi
Það sem einkennistrúarmaðurinn vill, hann vill leysa hlutina með orðræðu, hugsun, greiningu, vitnisburði, því hann hugsandi manneskja. Hann ekki akademískt skilgreind dúkkulísa eða mann vera. Við viljum leysa hlutina með hugsun. Þess vegna dáist svo mikið að gyðingum. Þeir eru búin að rækta þetta í gettóunum sínum í allar þessar aldir. Þeir mistu gettóin sín 1816. Napóleon, eða fyrr, það var reyndar fyrr. Á árunum 1795 til 1805, sem Napóleon lagði niður gettó. Napóleon Hvernig rökræði maður við napalmsprengjur og killer róbóta? Þú bara fyrir þau vitnisburð, ef þau halda áfram skurðgoðadýrkun og tekur þau á lífi. Þetta ekki. Þau eru ekki lengur manneskjur. En þau eru búin að skýrgreina þig á sama hátt, eða mig, sem sagt. Þeir eru búin að segja að við erum bara að brenna sorpið. Við erum ekki að drepa fólk, við erum að brenna sorp. Ég sagði fyrir kvöld, þetta erfitt heimspekilegt viðfangsefni. Ég átti að meina því. Ég að hrista mjög djúpt hér í tré. Might makes a mess. Miklu dýpra en fólk átti að segja. Og ég sagði líka í vídeónu þar sem ég byrjaði á þessu, ég finn mig knúin til þess að gera þetta, mér það þvert gera. Já. En tíminn á þrótum vinnur. Já, reyndar hjá mér líka. Ég er búin að vera að tala upp úr svefni undan klukkutíma. Við náðum að hlæja í lokin. Það er mikilvægt. Vöndu vinna vanni menn, Vöndu vinna vanni menn. Já, ég var ekki, þú varst búin að bjóða mér í djókuðun síðustu helgin, það stóð eitthvað illa á hjá mér. Svo átti ég alltaf vona að heyri þér á sunnudeginu, en svo bara einhvern veginn, allt í náttúrulega komið mánudagur. Já, það er bara við eigum líf. Það er bara að finna því stundum. Þannig að en það er bara gott mál. Hvort það líður á milli eða ekki, það er bara alltaf gaman að takast á. Mér langar að taka enska djúpkúðun fljótlega. Já. Ef við má hóa í þig, það gæti bara verið með stuttum fyrirvara. Ekki málið. Ég á bara 3 viðtöl við þig á rásni minni. Já, ég veit. En ég vildi bara, ef þú ert opinn fyrir því, þá kannski hóa ég í þig einhvern tímann á næstu 2 vikunum. Já, þú bara hringir, gallar. Ok, það bara þakka þér fyrir mig. Herðu, við heyrjumst til lagi. Takk fyrir köfunna. Takk sömuleiðis. Farðu vel með tækin. Já, ok. Bye. Heyrjumst, bye. Hvað Ég þakka öllum fyrir komuna. Stuðning, það datt hérna einn stuðningur meðan útsendingu stóð. Takk fyrir það. Og það datt inn hérna frábært tips sem þarf eitthvað aðeins að fara í meldingaveginn sem með svo lokun og skáni. Það var eitthvað með hún var í gangi, maður var svona bara að byrja, hvað er þetta? Og coverið sagan var náttúrulega algjört kjaftaði, Spurning hvort að Kim Larsen hafi verið fórn þá í þeim pælingum. Það er mjög mikil musterisreglu ógeð í Danmörku, Spurning hvort þeir að vera fórn núna, ég veit það ekki. Það er ljóst að þegar að NATO lenti í mjög vondum málum daginn, þá dó allt í einhver pabbi en maður má ekki vera alveg yfir línuna paranoid og crazy, Þannig að reyna að halda þessu á jörðinni aðeins. Og núna í braggamálinu þá var allt í nú að lasin, og í búsáhaldablekkingunu voru 2 helstu gjörendur og að lasnir allt í hennu. Þannig að þetta eru trikkin sem eru notuð af þessari musterisreglu mikið.
og ekkert það að segja, þetta bara hvernig þeir vinna og endilega munið að dreifa Frelsi TV og ég náttúrulega allt sem ég að gera í gríðarlega miklu shadowbanni. Shadowban þýðir það að ég geri vídeo eða setja eitthvað á Facebook eða Twitter og það sér það enginn sko, það bara blokkar það alla nema mig, ég sé það náttúrulega á eitthvað svona þröngur hópur en enginn annar sér það. Þannig að þið getur þá líka meira að segja bara ef þið þorið, ég áttam að það líka gríðarlegar ofsóknir fyrir þá sem að hlusta á fuglana sko. Að gott að benda fólki bara á svona maður og mann. Og ég hafði nú einhvern veginn hugsað mér að reyna að gera þetta atvinnu, það reyndar ekki hefnast. En það kom alltaf annars slagið kemur stuðningur sem mjög vel þeginn. Sóttu nú þarna á RÚV sem fréttamaður, fékk höfnun og þín alltaf. Það var ekki nógu góður fyrir þá. Og ég tel mjög mikilvægt að þessar raddir heyrist. Og við búum alltaf í lýðræði þar sem að eina sem heyrist áróður söngur. The Piper, Pay the Piper. Piper-gurinn spilar flautu tónlist sem ég hef kallað háðfuglana. En allavega, takk fyrir komin í kvöld og sofið vel.